Já, komið þið sæl og blessuð. Það Elko-deildin sem að tekur hérna á móti ykkur. Það mánudagskvöld og það þýðir bara eitt. Það hasar í Fortnite. Ólafur Hrafn Steinarsson heiti ég og með mér hérna í kvöld Aron Fannar. Back with vengeance. Komum tilbaka. Já. Búið með þessu veikindi og hún feskur í dag. Mætti tilbaka, búið með veikindi. Hvað, varstu mikið veikur eða? Varstu að fá þessar flensu sem að ganga? Já, flensu sem að ganga sko. Bara eitthvað svona kvef og smá hiti og eitthvað. Í hálsbólga, bullandi sko. Bullandi hálsbólga. Talaði í kominga hérna, það var í miðvikudaginn á rigg. Já. Ég ætti að fara að tala inn á okkur töluleiki sko, þá er svona sexy. Hello. Já. Já, það er gaman, ég er búið að veikita bæli sko heima á mér, það er allir að hérna svona rúlla veikindunum á milli sín sko. Ég er búin að sleppa ennþá. Aha. Ég er svona að vona það allavega. Þetta er alveg verst sko, ég minn, núna erum við báðir. Þú ert ekki lengur leikskólabörn, hæ? Nei. Nei, ég var svoleiðis. Já. Og svo var hún veik. Já. Ég var veikur. Hún var veik. Þetta er bara sagan endalaus sko. Þannig virkar þetta. Það er bara svolítið þannig. En við erum mætt aftur með Elko-deildina. Vika 3 í dúósmótinu, 3 af 4. Þannig að við eigum bara eftir kvöld til kvöld og 1 kvöld í viðbót. 4 leikir samtals. Já. Búið að vera ótrúlega skemmtilegt mót hingað til. Mjög svo. Eitthvað sem kemur óvart, endilega? Nei. Í rauninni ekki, sko. Þú veist, ef það er eitthvað sem kemur óvart, þá myndi ég búast við, sko, jafnvel fleirum að lifa af, þú veist, seinna. Mér finnst ennþá vera svolítið svona, þú veist, fólk ætlar að reyna að vinna með því að taka aggressíva playstyle, hérna, línuna. Og ég held að það sé bara ekki... Ég held að það sé bara ekki nógu gott, bara þú veist, bara so sorry. Ég held að þessi spilarar, sérstaklega sem að finnst gaman að vera svona aggressífir og allt það, jú, þeir eru að pikka upp fellur. Þeir eru flestir að deyja á þeir komast í top 5 og fara að skora eitthvað svona alvöru placement points. Og ég held að ef þeir myndi bara ekki rúlla teiningnum svona snemma, fókus á að komast inn í endgame, kannski með 2 fellur í staðan fyrir 10, vel kittaðir, nóga mat og svona, að þá séu þetta einstaklega sem geta skorað á svona þá sem eru efst á stigatöflunni að sigra leiki. En er þetta ekki líka bara þessu þeir sem eru efstir? Þeir eru mjög gott svona samanband af þessu? Nei, sko, mér finnst það ekki, þú veist, ég held að aggressífustu spilararnir okkar séu kannski í, þú veist, 7. og 8. seti. Ég er að segja það, eins og bara eftir að liða okkar er svona samanblanda, að þetta er svona, yfirleitt þeir sem eru aggressífir eru svona mekanikli bestir, sko. Já, þeir geta það. Þeir geta það og, þú veist, eins og, ég myndi að segja að 5 bestu mekanikli í leiknum í deildinni eru sennilega iCristo, Lester, Fristo, Denas. Ég ætla ekki að setja Denas í top 5 sko. Nú? Heldur Jensínu. Ok. Og svo erum við með samanblandinu af Denas og Jensínu því að Denas er augljóslega með mesta leikskilningin. Ég held að sé bara þeir eru með þetta góða blandið af þessu tvennu. Ég skilji. Þessi held að besti leikskilningin sem við erum með eru sennilega Denas og Bjarki Panda. Emil líka, já. Hann er ansið góður, Sigmar náttúrulega líka, þú veist, hann tók back to back annarsætið þarna bara á leikskilningur einum á sér, sko. En þú veist, þetta sem stendur eftir samt skilur við, þú veist, það er þetta koncept að ég held að það sé, sko, ég myndi segja að það sem kemur óvart er að sjá ekki þessa spilara
koma inn og prófa mismunandi nálganir, skilur við. Ég myndi alveg búast við því að þessi spilarar myndu prófa mismunandi leiðir til þess að komast í toppinn en ekki bara, gera það aftur og aftur og aftur og í rauninni, reyna að vonast eftir því að bara brjótast einhvern veginn í gegn og ná einhverjum einum rosalum leik. Nei. Að því ég held að þetta séu spilarar sem geta alveg verið reglulega að vinna leiki ef að þeir spila það rétt. Klálega. Og talandi um það, við erum núna á þeim stað að Denas og Jensína er að vinna 3 af 4 leikjum sem er náttúrulega algjörlega ruglað. Galið. Það setur stöðuna á svolítið skrítið stað á stigatöflunni þannig að við kannski fáum stigatöfluna upp og skoðum aðeins hvernig hún lítur út farandi inn í þessa viku 3 af því að þeir eru þarna á toppnum og þeir eru með ansi myndalegt forskot heldur betur og það held ég þarf að fara að setja svipsinn svolítið á það sem er að gerast inn á server það þarf að fara að taka það út snemma. Já, bara eins og gerðist við Denas undir lokin á sóló-mótinu. Já. Það fóru menn svolítið að keyra bara á hann. Ég sé enga aftur hverju, ég held að þið lenda alltaf á sama stað, eða ekki? Nei, ég held að ég sé alveg duglegir að skipta, sérstaklega þegar ég vita að einhver er alltaf að fara að targeta á, En þú ert með fyrsta sæti Denas 13 og Jensína, 3 sigrar, 41 fella í heildina, 175 stig, þar á eftir Sigmar og Kristó. Þeir eru með 0 sigra en eru búin að taka annarsæti held ég allan að 3 svar, ef ekki 3 svar. Þeir eru með 18 fellur, 92 stig og svo er mjög mjótt á munum þarna fyrir neðan, Liljar og Gnarr með 89 stig og það kemur að mestu úr fellum og Liljar og Gnarr eitt af þessum árásagjörnuru liðum, skilurðu. Sama með Wiss 25 og Lawson 26 fellur, rosalega mikið af fellum en ég held að þessi gæði séu það góðir að þeir gætu líka verið með 2 sigra og svipamagna fellum eða þeir myndi bara einbeitt að finna fellunar seinna í leiknum. Liljar og Gnarr eru samt líka fastagestir í topp 10. Já. Þannig, í topp 10 en þetta er bara svona það munar svo miklu á 5. og 10. sko. Já. Kristó og Dr. Hákon í 4. sæti kemur ekkert á óvart hvaða lið er að skipa sér þetta efst. Þetta er alltaf alveg geggjaðir spilarar, Emil og Gagagugu sem er Leicester í 7. sæti, Gabbi og Mitik. Eina liðið sem er búið að vinna leik. Já, það er rétt. Gabbi og Mitik eru þarna líka, 7. sæti, 56 stig, Sjax og Markus Drapðig í 8. sæti, 53 stig, Tunka Town og Slipstream, 46 stig og svo Gumsi og Fichu í 10. sæti með 43 stig. En ef þú horfir á þetta, frá 10. sæti og upp í 4. sæti er 30 stig. Það er ekki mikið. Það er bara geranlegt inn í einum leik ef eitthvað þessum neðri liðum vinnur og eitthvað þessum efri liðum fara að hrasa eins. Þannig að þessir einstaklingar sem eru kannski í neðri partinum af topp 10 eiga góðan séns á að vinna sig upp ef að þeir ná góðum leikjum og það er svona það sem ég er að horfa kannski á mestu hreyfinguna í kvöld eiga sér stað. En svo er það bara hversu mikið ná Sigmar og Kristó að saksa eða Liljar og Gnarr að saksa á forskotið hjá Jensínu og Denas. Þeir þyrftu eiginlega að vinna mögulega helst báða leikin í kvöld til þess að setja pressa á þá fyrir lokakvöldi sko. Já. Þetta mánudag. Bæði að vinna og helst að fella þá tiltölulega snemma. En við sáum það alveg í sólósmótinu, það gerðist alveg, komið þannig leikir, kom þannig vika hjá Denasi, þar sem hann átti svolítið erfitt uppdráttar, kom þannig vika hjá Kristó, þar sem hann átti svolítið erfitt uppdráttar. Já, ég meina það gerði það leið að var það ekki bara í seinasta leikni sem að Kristó tapaði þessu? Jú, og það er spurning hvort að kannski breytileikin sé minni núna því að við erum með duos en ekki, solos þannig að þessi lið séu líklegri til þess að halda sér í gegnum þetta allt saman en allavega við fórum í við spilum augljóslega 2 leiki í síðustu viku sigurvegari fyrir leiknum Denas og Jensína seinni leiknum Emil og Leicester horfðir á leikina? Já. Ég horfði alltaf á fyrsta leikinn og svo horfði ég á seinni með svona öðru eiganu. Já. Það var náttúrulega leikur annars staðar líka ganga. Já. Þannig já. Skulum ekki ræða það hér. Nei, þú veist, fyrir utan það að segja bara handbolti er heimskul íþrótt. Já. Ég er nú fótboltakall sko og þetta móta fyrirkomulega er alveg. Bara líka fótbolta fyrirkomulega mótinu pluss þetta er rauninni, það er aukakast dómarinn bara svona
Já. Núna ég, sko, ég fekk einu svona dómararéttindi í Hafnarfirði þegar ég var yngri, sko. Ég hef mjög miklar og sterkar skoðanir alltaf á dómgæslunni. Á hvaða tímapunkti er það höndin upp dæmið? Er það bara þér? Það er bara þegar sóknin er farin að vera aðeins og löng. Okay. Þetta snýst um það hvort þú sérst að keyra markinu og reyna að búa eitthvað til eða hvort þú sérst bara að senda hann fyrir utan teg. Okay. Því að þú ert að senda bara fram og tilbaka, þá fyrir höndin upp fyrr, skilur heldur en ef þú ert að reyna að brjósta ekki vörðina af allt það. Ef þú er að dæma mörg aukaköst, þá helst hún uppi, þú veist, þá er aðeins lengra að fyrir upp, sko. Okay. Og svo náttúrulega, þú veist, þegar þú skýtur, þá endurstillir sóknin, okay. eða þegar þú tekur leikli. Það er ástæðan að margir að spyrja, sko, okkur Ísland var að taka leikli og 13 sekúndur eftir eða eitthvað, að það er bara endurstilla sóknarklukkuna, þannig að þið getur haldið boltanum. Okay. Já, og þannig skilur við sem þú fær stig, talandum að fá stig, þá færðu líka stig hérna í elskodeildinni. Það er rétt. Það er engin hendi upp sem segir neitt. Við kannski yfirmyndum það. Já, við gerum það. Herri, það er svona í endgameinu. Ef það er svona eitthvað fæti búið að ganga lengi, þá bara setjum við hendur upp í stúdíói. Og engin fellur. Og þá bara détos. Jæja, það er ekki stormsurge hérna á Íslandi. Það er Óli og Aron í stúdíóinu. Jæja, hendin er komin upp, vinnir. Það er einhver að fara að falla. Já, aukakast. Nei, en við horfum á stigagjöfuna, þið ættu öll að byrja að þekkja þetta. Hún helst svipuð eða eins og hún var í solos, nema núna er þetta bara duo sem fá stigin, 16. til 20. sæti, það er topp 20 liðin, upp í topp 16 liðin, 1 stig, svo 3 stig, 5 stig, 10 stig og svo þegar við komin í þriðja, annað og fyrsta, það er 15, 18 og 25 stig og hver fella skilar 2 stigum. Þannig að það er ástæðan fyrir að sjá þessa gæja sem eru með 40 eitthvað fellur vera með 80 eitthvað stig. Jep. Starffræði. 40 sinnum 2. 40 sinnum 2. Eru skrilljón. Það er rétt. En þessi leikir, þeir voru skemmtilegir og ég bara svona, þú veist, það er ekkert það mikil breyting í gangi á metunni akkurat núna. Nei. Að ég býst við því að við fáum að sjá svolítið mikið af svipuðu dóti, nema eins og við sáum í solo, þá býst ég við að þeir sem eru varkárir munu vera ennþá varkárari og þrátt fyrir það sé ekki það sem ég vilji sjá, þá býst ég við því að þeir sem að verða árásgjarnir verða ennþá árásgjarnir eftir því sem að líður á mótið og það fer að verða svona minna undir stundum, skilur við. Já, og eins og ég sagði bara, var ekki eitthvað kvöldi eitt, ég býst við því að það verða alltaf fleiri slægir snemma í leiknum sem að fyrir okkur, lýsendur er þetta alltaf lægi, því að þá kannski hefur eitthvað að gera allan tíma, sko. Já. En missum þar að leiðandi samt af sturglegasta endgame sem við getum alveg búið upp á, sko. Það er mjög máli, sko. Ég er ennþá að bíða eftir, við fáum einhvern svona, þú veist, einn leik þar sem allir ákveða að halda sér höndunum og það eru bara, þú veist, 50 eftir eða eitthvað í lokaringjunum. En við sjáum til hvort það gerist í kvöld, gæti gerst. Við erum líka að minna á það að skráningin er opin til þess að taka þátt í trios, 3 manna lið. Það er næsta keppni sem tekur við hérna eftir 2 vikur. Þannig að það er kvöld í kvöld, næsti mánudagur, þá er duos búið. Við krýnum sigurvegara og við förum áfram í trios. Partur af því að vera með fjölbreytt keppnisfyrirkomulag hérna í Fortnite-samfélaginu á Íslandi og líka bara gefur okkur tækifæri á að vinna með ykkur í samfélaginu til þess að svona vega og meta hvaða fyrirkomulag séu best í framtíðinni. Nákvæmlega. Því að kannski takið þið bara ástfóstri við trios og það verður bara keppnisfyrirkomulagið í framtíðinni fyrir Fortnite. Að mínum að þetta er skemmtilegasta keppnisfyrirkomulagið. Mér finnst það líka. Sko, mér finnst það líka af því að sko það leyfir þér að sko yfirbuga einstaklinga byggja. Nákvæmlega. Skilur, ef þú ert með 3 að spreyja hann, þá þarft ekki neitt meira heldur en liðið þitt til þess að sko svona svæla út passíva spilara. En á sama tíma þá geta fætarnir orðið mjög mikið sprengikraftur í þeim. Af því að þú ert allt í einu meðskilu, það eru 3 að fæta, einhver einn hérna byrjar í einhverju vesinni, svo kom allt í einu 2 og bakkan upp og allt í einu án og vist af, þá ertu orðið bara, þú veist, endalaust af build, það er mikið af box-to-box fighting, fólk er að fara upp og reyna að ressa eða bjarga og þú veist, mér finnst það bara geggjað að horfa. Og svo líka það sem að trios býður upp á annað en duos er 2 móti 1 er ansi erftur en eina. Já. En 3 móti 2 er alveg ennþá slagur, sko. Já. Og þú veist, þannig að það verða fleiri jafnari slagir. Rétt. Nú gerir þetta bara ennþá skemmtilega. Jafnari slagir, svo líka, má ekki gleyma, leður komin í trios, þá ertu með heila mannesku í viðbót sem getur komið með materials inn í endgameið.
þú veist, að því að núna 100 í viðbót. Já, þú veist, þannig að núna getur verið með sko 450 builds inn í endgame á meðan í duos það getur bara verið með 300 og það gefur tækifæri á að byggja meira, við sjáum meira, skilur tunneling, við sjáum meira fólk, skilur halda sig á ákveðnu layeri og vinna sig upp niður en á sama tíma þá setur það ennþá meiri kröfu á rotatið af því að það ennþá auðveldar að vera bímaður á hringnum og bara deyja í rotatinu. Og ættu áfram að vera ennþá fyrir lifandi í endgaminum. Já. Alltaf fyrir lið. Þannig að, já, ég ætla hana í sjúklega spenntur, ég held að það séu sko 14 eða cirka það sem eru búnir að skrá sig. Ég veit að það einhverjir sem eru ennþá að leita liðum og eflaust einhverjir sem eru að hugsa það akkurat núna. Þannig að förum úr duos í trios. Þannig að minna bara á Discordu. Já, sum duos þurfa kannski að splitta, önnur duos halda saman. En já, nýtum þetta sem tækifæri til þess að kynnast nýju fólki og spila með nýjum og heskum, þannig að það bara gaman. En talandi lið, og nú erum við búin að tala mikið lið, við ætlum að tala 10 lið sem að keppa hjá okkur í duos. Við erum búin að fara yfir ansi mikið af liðum hingað til, 20 og eitthvað lið, en það er komið tími á næstu 10 þar sem við erum með yfir 40 lið skráð hérna og við byrjum hérna efst uppi XPC, það er Sigurður G og Davíð Mar Sig. Þeir voru að standa svolítið þokkalega í síðustu viku. Tók alveg eftir þeim í nokkrum fætum. Held að þeir hafa ekki skorað eins mörg stig og þeir kannski hefðu viljað en stóðu sig alveg þokkalega. 2 öngs, HK Ponga og Súkkulaðisnúður. Þeir voru líka ansi oft í mynd í síðustu viku. Já, ég sá það. Þetta er svona nöfn sem þú manst eftir, Ponga og Súkkulaðisnúður. Bara fá skjátíma. Já, þeir eru í 19. sæti. Ok. Þannig að þeir eru byrjað að vinna sig upp. Þú hefur ekki hugmynd hversu mörg stig? 15 stig. Ok, það er ekki að tala langt á milli, svona top 10 bara. Nei, það er nefnilega málið, sko. Þú veist, hvað, top 10 eru endað þarna í eitthvað, 43 stigum eitthvað. Þannig að 15 stig, 1 sigur, nokkur fellur, bara beint upp í top 10. Legendary, Markus Drapðig og Sjax 49. Þeir eru búin að vera áberandi bara smótið, Já. Ekki. Spurning, í hvaða sæti og stigafjölda? Þeir eru 8. sæti með 53 stig. 14 fellur, þannig að þeir eru búin að standa sig vel og hérna, þetta er eitt af svona liðunum sem kom mér á óvart. Já, mér líka. Þetta er dark horse lið sem sko, ég veist, á blaði, horfði á það. Þú heitir náttúrulega ekki sko Markus Drapðig nema þú sért með smá sjálfstraust sko. En hérna, horfði á það, ég var eitthvað svona, ok, ég meina, þú veist, fyrsti leikur að spila þokkalega. Svo eru þið bara búin að standa sig ekkert eðlilega vel, búin að koma sér allan í top 10 enn sem komið þér og áhugavert að fylgjast með þeim í kvöld. Já, mjög. Kummi, Sol 3232 og Dagur Friðriks. Verða við ekki búin að taka mjög mikið eftir þeim. Nei, við hefum ekki séð mikið af þeim. Það gæti líka bara verið, kannski eru ekki bara að komast í einhverja leiki eða annað, eða þá þeir eru að lenda á mjög contested stað og við erum að missa af þeim hérna snemma í leiknum. En vonast til þess að sjá þá gera eitthvað skemmtilegt stöf í kvöld. Gúrkustrókarnir, það er nafn. Það er nafn. Já, við erum Gúrkustrókarnir. Strókarnir. Já, og svo er þetta sko KSI, eitthvað svona skrítið I og DAS. Ætla ég líka að snæmið okkar. Já, KSI hérna virðist vera að breyta þessum nafniðin í leiknum. Það heitir núna 200 IQ. Við sáum 200 IQ og DAS vera aðeins aktífa í síðasta leik. Sáum okkur að fæta með þeim, þannig að áhugavert að fylgjast með því. Akkur gerir þetta? Þeir elska breytunum bara til þess að... Ég veit það. Já, þetta er hérna Jensína, ég meina hver það var? Ækvistó, X-Denas Junior eitthvað. Þú ætla að spyrja framstöðu, munið þið hver það var eða? Fylkisbræðurnir, Lexi og BNB, Fylkis tvíburarnir, eða Fylkis Twins, það er Andri NPC og Alex NPC. Sko, þeir lærðu dýrmæta leksíu þegar þeir voru að spamma í síðustu viku, þá voru þeir að spamma niður á eitthvað bild og bara vörðu sig ekki alveg nógu vel og voru bara leyseraðir hérna á löngu færi. Já, þannig að svo er ekki með nafn á liði og ég ætla nú að segja, ég held að Bjarki Panda væri nú hérna með meiri sköpunargleði heldur en er ekki með nafn á liði, sérstaklega sem að nefnir svona sæta pöndu. Kannski er þetta bara það mikil sköpunargleði þegar hann fór hringinn. Já, en sko, hann er ekki með nafn. Já, þetta er nafnið þeirra. Hann er með nafn og nafnið er ekki með nafn á lið. Já.
Já, þeir spila fyrir Fjölni. Við sjáum þarna fyrir framann hjá nokkur leikmönnum. Það eru spilarar sem eru að spila fyrir hann Fjölnis. Bakkabræður, Dig Big Boy og Spiker, 15. Það eru að passa að mistum ekki annað. Já, þeir eru búin að vera flotti líka. Búin að sjá það á nokkra. Mér finnst mjög áhugavert hvað við erum búin að sjá, þú veist, eiginlega öll lið á einhverju tímapunkti á þessu stutta tímabili. Hvert veit einast það er búið að fá skjátíma held ég. Alla sem ég hef séð, þó ég sem búin að missa umferð hérna. Ég held það líka, sko. Svo ertu með Gnar og Liljar. Þeir sita náttúrulega í öðru sæti eins og leika standa akkurat núna. Þriðja sæti, já. Og það er Baha, Flip, Steffen. Við erum að veistu hvort þessi BH eða Baha. BH. Sænst A. Já, það er örugglega BH og við gleymum ekki að chati segir pölsa með U en ekki neitt annað. Það er vist bara þannig. En þetta eru þau 10 lið sem við ætlum að vekja athygli á þessa vikuna. Endilega fylgist þið með þessum liðum þegar inn í leik er komið. Allt góðir spilarar. Ég meina það líka þessu spilarar sem þeim er að vaksa ásmegin í þessu öllu saman. Þannig að það verður áhugavert að sjá hvort að eitthvað af þessum liðum geti farið og orðið þá 3. sigurvegararnir okkar hérna á þessu tímabili, þessu stutta tímabili sem er nú þegar hálfnað og við erum að fara inn í seinni helmingin á núna hérna í kvöld. Býstu við ykkur öðru sem þetta búið að vera? Vistu þau? Sko, já, ég vil bara búast við því. Já. Þú veist, ætti ég að búast við því? Nei. Kannski ekki. Ég býst ekki við því. Aðalega bara af því að þeir eru búin að vera svo ógeðslega góðir í að ná þessu aftur og aftur og aftur. Já. En ég vil búast við því. Þannig að ég krossa fingur og vona þrátt við það. Ég er mjög mikill fan af Dennis og Jensinu. Þeir eru að spila alveg ógeðslega vel. Mjög svo. Við viljum sjá mótlæti. Við viljum sjá mótlæti. Og við viljum líka sjá aðra finna lausnina á því að vinna þessa gæja svo að þeir þurfa að finna lausnina á að vinna hina gæjana sem að finna síðan lausnina á að vinna þessa gæja svo við fáum allan að fjölbreytileika. Þannig að það er svona það sem ég peppaði fyrir en áður en að við förum inn í leikinn ætla ég að fara aðeins yfir nammi en ég lofaði því síðast að ég myndi í skrefum í gegnum þetta tímabil fara yfir allt nammið frá einum af samstæðsaðilunum okkar, Luke og Luke, sem búin mjög góð í að tryggja það að sætuþörfin í stúdíónu sé svarað. Við erum með fullt af góðu nammi hérna. Ég tók fyrir hálsmennin og rauðu strippana sem við erum búið með. Já, sko, ég náttúrulega seldi öllum svo hart á það að það er einn hérna að fela sig aftast. Nei, hörðu. Og ég er eiginlega með hann viljandi þarna. Ég ætla að setja hann svo nær svo enginn sjá hann af því að það er allir að reyna að stela. Nú ertu búin að sýna mér, hann verið horfinu eftir. Oh my god, það er allir að reyna að stela sko. En svo fengum við þessa nýju gulu rimla. Heldur betur. Og ég ætla að fara yfir þá mögulega næst. En núna ætlum við að taka hamborgaran. Af því að ég smakkaði hann við eiginlega sko óþægilega formlegt tilefni heima. Af því að þegar ég mætti heim eftir útsendinguna í síðasta mánudag þá sagði ég við strákana mína ég fekk að taka með heim eitt nammi hamborgara, núðlur og sushi-bakka fyrir okkur til að smakka og segja hvað okkur finnst og þeir sko, það var eins og ég hafði verið að biðja að vera dómar í X-Factor þú veist, það bara ég hef sjálf ef þú vilt að einhver dæmi nammi þá var það 8 ára strákur sko. Á gríns, sjálf að séu að taka neitt jafn alvarlega en við tókum meðal annars þennan hamborgara og ég ætla að segja hamborgarinn, hann er góður hlaupið þetta er ekki langbesta hlaup sem ég fengið þetta er alveg gott hlaup þú veist, þetta er alveg nóg gott til þess að það sé gott þú veist, ekki eitthvað svona alala hlaup skilur það er samt mismunandi hlutir af þessu sem eru misgóðir og ég vil segja sko hamborgarbrauðið ekki eins gott og kálið eða gúrkurnar sem eru undir sko af því að þær eru geggjar það er svona eins og froskarnir eiginlega í Haribo-namminu þannig að hlaupið ég gef því svona 6 af 10 og ég er kröfuharður á nammið sko. en það er ekki fallengun skemmtana gildið við sjáum að það eru sko 6 candy buns 6 ostur og sósa 5 svona kjöt 4 gúrkur og svo er eitthvað svona nammi á topnum þannig að það er nóg skemmtarnagildi alveg 8,5 af 10 strákunum mínu fannst geggjað að borða þetta
Þannig að heildarengun fyrir 100% tasty, the original candy burger made of 22 delicious candies er 7,5. En borðið samt sem aður við í hófi. Ég var fyrst í útlendingun og borðaði súsíð og hamburgeran. Það er ómikið. Mér er ekki vel, sko. Nei, það er ómikið. En lúk, 7,5 af 10, ég myndi segja að það væri þokkalega góð engun. Þetta er eitthvað sem hún kaupir handa krökkunum fyrir svona ekstra skemmtilegan laugardag, þú veist. Eurovision. Já, þú veist, fullkomið í veisluna. Já. Með grillveislum sumar, allir bara hamburgara. Afmæli. Já, hei krakkar, það verður líka með nammi hamburgara. I like it. Það er þannig. Þá hafið þið það nammi gagnrýnis hotn Óla þessa vikuna, er það á búið. Og ég vonaði þið finnið ykkur og gæðið ykkur á góðum gómsætum nammi hamburgara frá Hvað gafst aftur rauðastimplunum? 9,5. 9,5, já. Ég er alveg sammála því. Ég veit þetta er ógeðslega gott. Já. Og þetta er líka þannig að þú færðir einn og hann verður að færa annan. Ég kláraði bakkan. Já, af því að um leið og súrabræðið fyrir að fara, þetta er svona langt eftirbræð. Endurnýja. Að þá svona, Það var endurnýja. Og svo bara allt í hennu, heyrðu, ég er bara að borða 16, að þeir eru 16 í bakkanum, sko. Það er bara þessi. Ég var í 0,1 með svona póka. Já. Var að horfa á eitthvað. Þá gleymum maður sér. En sko, þá voru 20 eitthvað pókarinn, sko. Já, þeir eru horfir. Já, ég er bara 2, sko. Já, það er allir búin að ráðast í þetta, sko. En já, þið vitið það. Ég hlakka til að fara yfir hérna gulusnirmana þegar þeir eru líka alveg skemmtilegir, sko. Öðruvísi en skemmtilegir. Já, við fengum náttúrulega, það er engin hægt að þið klárum þá, við fengum skriljón. Já. Sko, núna væri ég líka að því að ég vil koma að sjálfsögðu góðum þökkum til allra styrktaraðila. Við erum náttúrulega líka með Elko og Kia. Þetta er allt þau fyrirtæki sem að gera okkur kleift að vera hérna, halda þessa deild og byggja upp þetta samfélag, færum þeim mjög góða þakkir. Ef Elko vill láta mig fara yfir eitthvað búnað eða Kia vill láta mig fara yfir einhverja bíla, þá skal ég glaður gera það, en það er aðeins erfiðara heldur en að fara yfir nammið hérna. Já. Ég hefði ekki að hendi okkur búnað Elko og við pröfum heima og skiljum svo. Getur ímyndað bara að mæta inn í stúdíu eða Kia Sorento bara. Já, ég hef reynda að pröfa þennan nýja Kia Sorento. Já. Ég hef ekki kert þessi bíl aftur, sko. Aha. Ég fór í minn eigin, ég er á 9 Outlander. Já. Mér leið illa á hann, sko. Sko Kia, þeim er að vaksa ásmegin, sko. Þeir eru alveg góðir í þessum tvinnbílum, hybridbílum líka, sko. Þú veist, mega eiga það, sko. Glerþakið. Já. Geðveikt. Já. Mér finnst þeir líka bara að verða betur og betri, sko. Þeir eru að vinna á Kia, sko. Það er kringum 2015 sem ég byrjuði með svo 7 ára ábyrgð. Já. Þá byrjuði ég bara sky high rocket yfir rangistan, sko. Já, við heyrið það hér, allir sem að fá bílpróf á árinu, byrjum nýjan Kia í pakkan. En að leiknum núna fyrir að styttast, það eru bara 3 mínútur þannig að við hefjum fyrsta leikinn hérna í kvöld. Aron, hvernig leggst þessi leikur í þig? Hverja ert þú að horfa á? Við hverju býstu? Hvað ertu að hugsa? Ég er að vonast til því að það bara lendi einhverjir á DNA og gefið þið mótlæti alla í kvöld. Já. Og þú veist, kannski byrja þetta einn dag að lesa hvernig þeir stendur í kvöld og svo bara keyra það leik 2 þess vegna. Já. Viltu sjá Dennis og Jensinu spila sóknarleik þrátt fyrir fórskotið? Til að vefna því. Þú veist, það er það sem ég er að hugsa nefnilega. Þú veist, af því að hvað ætlað þú að gera í því? Ef þú segir, heyrðu, já, við ætlum að fara að hönda þá. En ef þeir eru bara að hönda, þú veist. Þá, jú, það var ekki að sjá það og vonandi gerist það, eins og ég segi, þeir hafa byllult efni á því. En af hverju ekki? Mér með 80 stiga fórskot á toppinn. Það er sko 25 stig fyrir sigur, 10 fellur, það eru 45 stig. Þú þarf að vinna 2 þannig leiki og þeir fá 0 stig til þess að ná þeim, sko. Nákvæmlega, þannig að þú veist, er það ekki, erum við ekki að tala um það að það er sennilega sko það besta í stöðu? Og er það ekki bara besta svarið við því að þú verður höndaðir eins og við vonum eftir að gerist? Er þú farið bara að veiða alla heina? Þú ert bara á hreyfingu, bara aggressífur á hreyfingu. Það er ekki hægt að lesa hvað það er, það er ekki hægt að spá fyrir hvað það gerir. Nei, það er líka mikið mobility í leiknum akkurat núna, teleport grímurnar og annað, Void Onimask, sem að gefa þér tækifæri á að komast inn og út úr barndum. Þannig að ég er sammálaður, sko. Ég væri ógeðslega til í að sjá það. Og við höfum alltaf séð Dennis vera frekar hlutræðan, sko, og koma sér inn í endgameið og gera það sem hann gerir þar. Þannig að væri gaman að sjá hann eins og sé bara keyra allan leikinn,
sjá hvernig hann stendur þar. Sjá hvað hann getur raunverulega náði mörg stig í einum leik ef það er reyna sko. Það gæti alveg verið eitthvað met. Ég held að það sé sko, hann er alltaf hættan á að tapa, veist, en kannski meira rými fyrir mistök í duos. Við erum reglulega að sjá það í þessum leikjum að kannski annar aðilinn í duónu fellur, hinn felur sig, næri kortið, kemur hann aftur inn í leikin. Og hann sé mikið rými að gera þetta í duos með 80 stiga fórskot sko. Já. Þannig að ef það er einhvern tímann, þá er það núna. Já. En að því sögðu þá erum við tilbúið til að henda okkur inn í fyrsta leik kvöldsins. Það er leikur númer 5 í duos móti Elko-deildarinnar og hann fer í gang akkurat núna. Ég held að þú hafi gert það hljóð þarna sem að komi. Já, þarna er það Aron, við erum komin inn í leik, rútan er farin að stað, spilarar eru byrjaðir að dreifa sig eyjuna fögru og það er umferð 3 leikur 1 hér í Elko-deildinni. Við fylgjum Dora Explora 39 hérna niður, spurning hvort hún sé að fara að stoppa nappa frá því að nappa þarna í snjóbæjáminu. Passa að segja það 3 svar. Já, nappi ekki nappa! Æi. Ég talaði einu svona inn á Dora the Explorer. Nei, nú ert þú að ljúga mér. Nei, ég var einhver api á einhverjum DFD-disk svona 2002. Þetta var í gangi heima á mér allan daginn. Alltaf. Herri, við erum að sjá leikmenn lenda bara ansið þétt saman hérna. Dora Explorer á Gabby Hills. Gunsi B er þetta bara rétt við hliðina á þeim. Og spurning hvort það geta fundið hann. Kófer og Gunsi B eru hérna bara strax í mættum hasar. Samt núna Gunsi B og Kófer eru með Dora Explorer og liðsfélag hans bara samlokað sko þessum hann. Getur komið í bakið. Getur komið í bakið, en Gunsi B er ekki með neina byssu. Hann er bara lár. Hann er lár, ekki með byssu og liðsfélag hans er í vesiri. Þannig að spurning hvort að Gunsi B sé að farin að hugsa að það hefði bara verið fínt fyrir hann að halda sig í stúdíónu. Nú verður Kófer að Hákell að spila til að reyna að koma sér í burtu en þeir reyna að miða á hann eftir teleportið. Kófer næst! Oh my god, þetta var algjörlega á síðustu stundu og hann var hálfur komin yfir handrið þarna þegar hann fellur og þá er spurning hvort að Gunsi B geti komið félaga sínum til bjargar eða hvort að við sjáum Dóru landkönnuð svala blóðþorstanum hér. Dena sem byrjaður, hann búinn að hafa fellu. Það er nammi núðlur yfir killfítunni á minnana. Kófer reynir að skríða undan en hvað er Gunsi að gera? Eftirför, ég held að Gunsi ætli bara að spila passíft og koma ná í kortið einhvern veginn á eftir. En við sjáum hérna Denas 13, hann er með súkkulaði snúð í miðinu. En hann er krakkaður! Denas 13 missir allan skjöldin og súkkulaði snúður tækifæri hérna til þess að mögulega taka út fórustu sveiðin í þessu móti snemma. Nær samt að fylla ágætlega á. Nei! Oh my god! Denas! Súkkulaði snúður var þarna hoppandi fyrir ofan bildið og Denas bara opnaði hurðina og sagði velkomin í bæinn. Gakt í bæinn. Gakt í bæinn. Hérna er haglabessa mín. Vertu velkomin. Og svo er ég með hérna ER í kaupætið á vild. En mér sýnist á öllu að Klickspan og Denas séu ekki á sama stað. Já, þeir ætla bara Rýmir hérna samt skipið í toilet. Þetta er eitt af liðunum frá FH hér. Það er greinilega svona kattaskins þema, svona Catwoman-skinn þema. Skipið í toilet er líka einn af það sem ég var að tala það kannski vantar aðeins upp á leikskilningin en frábær í mekanisma. Já. Enda ungu leikmaður, enda var stíga sér fyrstu skref hérna og lærir væntanlega mikið af þessari reynslu hérna í Elko-deildinni. Maður hefur líka séð hann bæta sig helling bara því að vera inn í Elko-deildinni. Sammála því. Fyrir þá sem kannski eru nýrri í Fortnite og spyrja sig af hverju þeir ekki að klára að brjóta trén.
það viljandi gert til þess að gefa ekki upp of miklar upplýsingar hvar þeir eru staðsettir á þeim tíma. Ef þú byrjar alltaf að sjá tré hverfa á sjóndeildarhringnum, þá getur þú gert ráð fyrir þessu spilarar þar, en þeir forðast það svona. Snæi og Emil, Bröf og Sérlákur og Snæi, það allt í gangi. Stefnir og Breki fallir þarna. Það dúo sem ég sást ekki við að falla svo snemma. Stefán og Breki. Nei, náðu greinilega ekki að standa í Sérlák og Snæja. Það allir þetta skinn. Já. Sama pickaxe líka þessum sko. Já. Hvað, einhver streamer hafi verið þarna? Við sláumst þetta í för með Ækrist og Sigmari. Hann tekur ekki þátt í tískubildinu sko. Nei, og þeir eru ekki sama skinnið hérna liðið saman. En við erum á þessum fasa og ég verð að segja, þrátt fyrir það að það séu 8 leikmenn búin að falla Aron, þá þetta að byrja... Það ekkert svo mikið. Nei, þetta að byrja ennþá hægar heldur en leikirnir í síðustu viku. Þar að veru 2 leikmenn fallnir úr 2 mismunandi liðum. Þannig að það mögulegt að 2 komi aftur inn í leikinn. Það þá ef að Gunsi B getur náð í kortið hjá Gófer sem að náð að lifa þetta af. Veit ekki hvort að hann geti. Eða hvað? Það er samt meira afreikir en ég vanur að gera. alltaf hart skotið hérna á Gunsa, greiði maður. Hann gerði náttúrulega veðmál við mig daginn sko. Já, mér finnst það bara að standa sig vel, mér finnst það flott. Hann sagði top 3 og ég fæ mér lamaði tattoo á kolvun á mér. Ok. Ég held að það sé bara að hugsa kolvun á mér. Gunsi komið með allavega nóg af byggingarefni. Samt að labba hérna í baki á einhverjum. Við förum aftur og finnum Jensínu, gengur undir nafninu Kliksfan hérna á server akkurat núna. Og það ekki sem sagt Denas sem þarna við hliðina á honum, heldur hann bara einn. Það bara bótt hérna. Já, Smeldís og Skipti Marlin þarna. Eða hvað, þetta Denas þarna uppi vinstra megin? Já, jú, þeir eru saman. Já, þarna eru þeir. Hlaut að vera. Mér fannst það líka frekar skrítið þeir á algjörlega villum stað. Denas, hann bara fer inn! Hann bara teleporta sig beint ofan á og það sem við töluðum hérna fyrir leik Aron bara virðist vera í gangi. Denas algjörlega brjálaður. Hann ætlar að sópa til sig stigum og tryggja stigurinn hérna bara strax í fyrsta leik í 3. umferð. Við höfum aldrei séð svona aggression. Aldrei. Við höfum séð hann vera akkurat á hinum endanum í þessu. En mér sýnist hann svo sannarlega vera mætt til þess að berjast. Við ekki vera neitt verri í þessu heldur en hinu. Nei. Og það hefur verið áhugavert að sjá hversu bara langt á kortinu þessi leikmenn fara hérna með þessa grímur. Alltaf að teleporta hingað og þangað en núna Skipti Marlin komin í smá vesen, hann skotinn niður, teleporta sig samt áfram. Smeldís virðist vera komin, ansi langt framhjá en frábært skotina hjá Denasi, tekur Skipti Marlin lágan en hann nær samt einhvern veginn að halda sér á lífi. Ennþá lifandi en það Denas sem að brjóta niður vekkir hans, að kemstir í boxið hans og hann nokkar hann. Skipti Marlin fallinn en Smeldís, liðsfélagi hans, búinn að koma sér undan. Virkilega gaman að sjá þá bara keyra. Já, þetta bara mjög áhugavert að sjá það og Smeldís bara heppin að sleppa með lífið þarna, fá að halda áfram að spila þennan leik. Ég held að það sé heppið með það, ég veist að náða að sleppa. Ég held að Denas og þeir séu ekkert að staldra við og býja til korti. Ó nei. Þannig að hann gæti átt möguleika að ná vinnu sínum aftur. Og það líka bara ef að þú ert, ég held að ef að þú ert Denas og Jensína á þeim tímapunkti, þá finnst þér það bara geggjað. Það bara auka stig til þess að fá í leiknum. Ég hef oft hugsað það einmitt, þú ert að spila, ég segi það, þá herra Atman og King Kjúli teknir út hérna af því og Stuffy og Playboy Nökkva. En það sem ég ætlaði að segja var, það áhugavert að sjá hvort að spilarar spili í kringum þetta. Að þegar þú sér kannski einhvern vera að rebúta, hvort þú leifir þeim að klára rebootið til þess að geta fengið auka fellu og fleiri stig.
Ég finna, ef ég spila sjálfur þá myndi ég klárlega sérstaklega ef ég nappeit við að reboota sko. Já, bara býða meðan í crosserinu og svo býður og svo leiður rebooti klárast þá byrjar að skjóta. Virkir Andri NPC þarna tekinn að Seppa Carpenter, frábært skot þarna meðan hann fjall niður af bildinu sínu, en það þá Alex NPC 1 á 2 hér. Þetta þurfti að vera fullkomið skot til það myndi ekki ná að teleporta. Já, og þá var það Seppi Carpenter og Mörgæsinn, þeir finna sitt fyrsta lið. Það eru 40 eftir og 40 eftir í zóni 3. 41 núna, eitthvað reboot var að klárast. Fáum við þá bónuskrísin aftur? Fáum við bónuskrís? Herru, Seppi Carpenter og Mörgæsinn á móti hvernig þeir að berjast hérna. Það er allan einhverjir sem eru mættir á boxið þeirra, það er Bru, Fortnite og liðsfélagi hans sem ég bara er ekki búinn að sjá akkurat núna. Jú, það er Emil. Jú. Þannig að þetta er Emil og Lester hérna. Ekki lengur Gaga og Gú. Emil og Lester berjast hérna við Mörgæsinn, spraya boxið og það er eitt stykki Lester inn í boxinu hjá Mörgæssinni og það er ekki góður staður til þess að hafa hann. Seppi Carpenter núna í vesinni þarf að byggja til þess að fara að koma sér undan. En Emil nýtir tækifærið og fyllir á skjöldin hjá sér hérna. Sjáðu samvinnuna. Já, þetta er gaman að sjá. Veit nákvæmlega hvar hann er. Seppi Carpenter í allskins vesinni hérna, spurning hvort hann ætti að reyna bara að teleporta sig í burtu. Nei, hann reynir að vera aggressífur, hann tekur niður Lester og Seppi Carpenter gæti verið að finna einhverja leið til að lifa af hérna 1 á móti 2, en Emil er byrjaður að setja pressuna. Sóni er ekki að hjálpa til, hann er ekki með nein hvít heals, hann getur ekki bætt við sig grænu lífi hérna og reynir að taka bardagan hérna á móti Emil en flaskar á því. Og Emil og Lester finna hérna aðrar 2 fellur. Spiker! Hann fellur líka og það er Rúndarinn og Fúsi Turbo. Nálægt því að ná liðsfélag sem það hefur verið gaman að sjá hvað hefði gengið á áður. Hvort hefði augljóslega farið yfir rundan til þess að pressa eða hvort það þeir hafa bara ómænt spotað það sko. Já, bara þeir hafa bókað verið að berjast og liðið hefur púsað. En við sjáum hérna Gunsi búinn að koma Kófer aftur inn í leikinn. Þeir eru með Fúsa Turbo þarna á vinstri hönd. Sjax 49 var að falla, ekki búinn að sjá liðsfélag hans Markus Drapti falla samt sem áður, þannig að Markus líklega einn eftir hérna. Denas 13 fann loksins smeltist. Já. Og staðfesti þá fellu fyrir liðið og ég gerir þá ráð fyrir því að þeir séu konum með að minnstakosti 4 fellur á milli sín. Hvort þið hafið þá kampað kortið hans? Eftir allt? Ég einhvern veginn efast það. Já. Þeir eru að leita í runnanum, Dora Explorer ætlaði ekki að teleporta hann inn á þess að leita. Og Sjax 49 fellur þarna aftur kláraður af XXX Tentacles. Denas 13 mjög hrifinn af þessum Vass-Sprite. Já. En þá er Kófer og Gunsi hérna í bardaga á móti Dora Explorer. Þá fáum við að sjá úr hverju er kasturinn gerður. Kófer og við skiptum úr þeim bardaga og það er iCrystal sem er að falla hérna á móti Sierra Lauk. Sierra Laukur algjörlega búinn að vera klikkaður í þessum leik. Sigmar Lár og Denas 13 er þetta bara við hliðin á. Þetta er ekki gott að vera áleggi í samlokkur hérna sko. Nei, og sko þeir eru mættir. Kófer nokkaður hérna, Gunsi B áfram á lífi og er þar að berjast á móti Gabba Hills. Nær að forða sér. Spurning hvort hann sé með kortið eða hvort hann eigi eftir að taka það upp, en hann var allavega komin í 1 á 2 stöðu þarna. Sigmar á harða spretti við að reyna að koma sér undan hérna. Og sko Denas og Jensína ætti að vita að þetta sé Sigmar sem er að flýja þarna því að þeir náttúrulega sjá bardagan, sjá að iCrystal fellur þarna. Þannig að ég geta gert ráð fyrir því að einstaklingur sem hleypur í burtu sé liðsfélag hans. Og
og þar sem að þetta liðið sem mest, hvað mest að skora á þá fyrir titilinn, þá þetta gæti bara gullrita. Þetta gæti gullrita. En svo það, ég held að Sigmar hafi ekki náð kortinu. Nei. Ansi þetta náðu tilbaka núna. En við höfum svona smáður séðan gera glóriur einn. Við höfum séð það. Og meðan hann ennþá á lífi, annarkvort hann eða Kristó, þá annarsætið eða jafnvel fyrsta sætið ennþá möguleiki fyrir þessa leikmenn. Og Sigmar, hann veit ekki að þeir eru þarna. Ætti að hafa séð Denas þarna núna, spurning hvort að Denas eða Jensína hafi tekið eftir Sigmari. Þetta sem þú vilt ekki taka, vinnur. Hann leitar, sér hvort hann fái ódýrt tækifæri, en allt kemur fyrir ekki. Tentacles hérna í bardaga og það á móti Denas og Jensínu. Og Denas mættur hérna á boxið hjá Tentacles. Heita það saman? Það? Sýnist það. Ákveða samt, hugsa sig aðeins betur og fara tilbaka. Engin tilgangur að vera að berjast inn í storminum, það ekki þörf á því og ég bið áhorfendur heima að taka sérstaklega eftir því hvað Denas og Jensína eru duglegir að halda uppi materiál hjá sér. Já. Nýta hvert tækifæri til að bæta í. Komnir hérna inn í Foxy Floodgate, við skiptum yfir á Mast Meadow, þar Lester og Emil að berjast við Shogun X bossinn. Þeir fá medalíuna úr honum núna og hún mun gefa þeim, gera það ósýnilega ef þeir eru að spretta og leiða þeim að spretta endalaust. Mjög verðmætt medalí að fá. Það ekki bara annarkvors? Það báður? Annarkvors. Já. Dora Explora hérna, hann að koma sér inn, Kófer, hann restaður í annað skiptið og hann kemur beint aftur í leikinn og bara skotinn niður. Það eins og þau séu að reyna... Ég held að Dora Explora sé með bara 6 stig bara á Kófer. Dora Explora að eins og bónd. Þannig að farmar. Já. Og Gunsi felur sig hérna, það eins og hann sé bara niður í Reykjavíkurhöfn á smábátahöfninni að fela sig einhvers stað þar. Kófer náttúrulega pullað í vestinni, nýkomin aftur inn í leikinn og Gunsi B. Þeir eru ennþá í storminum. Gunsi að vonast til þess að Dora Explora bara gefist upp og láti sig hverfa. Svona langt inn í stormi, Gunsi með medkit til þess að gera það. Með medkit og núna, eru þeir farin. En mér sýnist hann ekki ætla að reyna þetta. Spurning hvort hann sé búinn að ná í kortið eða hvort að hann sé með reglu. Það má bara endurlíka vinsinn 3 svar í hverju leik eða eitthvað svoleiðis. 30 eftir, bónuskvísið lætur okkur vita því, 17 lið. Kristó fallinn. Kristó fallinn á móti Lester. Bíddu, á móti Lester Dr. Hákon þannig líka. Já, Dr. Hákon náttúrulega liðspilagi Kristó, alveg rétt. Þetta næra gullleikja stigin 2. Dr. Hákon núna á harðaspretti að koma sér undan hér. Dýfir sér niður í kjallarann og ætlar að einhvern veginn hrista það af sér í göngunum hérna undir. Núna væri til dæmis áhugavert að bara, henda einu teleporti þarna niðri og hlaupa sér bara upp. Og svo ef þú lendir í einhverjum þá bara það alltaf komin aftur inn í kjallara. Það örugglega ómögulegt að finna þig þá. Það er gaman að sjá bæjarins bestu gæðina þá leiki. Já, komið tími að fá góðan leik frá þeim. Gabby Hills hérna eldir liðsfélaga sinni í hringi, næstan tekinn lár hérna af rúndaranum. Bjarki Panda, Fúsi Turbo, það allir að mæta. Þið sjáið núna á kortinu niðri hægra megin hvað þetta orðið þétt, hvað það eru margir eftir, 28 og stormur númer 6 að lokast hér. Steini 23 og Bjarki Panda spilandi þarna fyrir Fjölni. Báðir lágir. Gabby Hills tekur loksins Gunsa B út og hann fellur samstundis, náði ekki að koma Kófer aftur inn í leikinn.
Fishing Trout hér fellur á móti Tentacles búinir að ná nokkrum fellum í þessum leik. En núna erfitt rotate hérna hjá Bjarka og Steina, þurfa að nota svolítið mikið af efni við, bara 38 builds eftir hjá Bjarka. Fico fellur á móti Theo Stuffy. Dora Explora og Gabbi hérna á rotatinu, þeir teleporta sig inn beint við hliðina á bardaga og ákveða bara að halda sig sikkur með við hann, og það Benjo sem spreyjaður niður hérna. Hann algjörlega fókusinn af 4 leikmönnum, óþægileg staða fyrir hann. Já. En sjáu hvaða leikmenn eru hérna rétt hjá, það Denas og Jensína. Dr. Hákon, spurning hvort hann sé með kortið frá Kristó eða hvort hann neyðist bara til að spila þetta einn upp úr þessu. Sennilega neyðist hann til að spila þetta einn. Ég held að sé ekki drýpu, bara nála svona. Nei, og þetta líka zone númer 7, þannig að það byrjað að meiða. Ansi mikið. Og hringurinn ekki ennþá að fara inn á hreyfingu, en Dr. Hákon hérna 1 á móti 2, XXX Tentacles að reyna að finna hann og fella hann. Denas nær lestir út. Það stór bardagi og hættulegu bardagi fyrir Denas og Jensen, þarna hefði getað farið á hinn veginn. En Dr. Hákon, hann í massa vesinni hérna, hann tekur skaða á leiðinni niður, hann bara með 8 líf. Má alls ekki lenda í storminum. Og Dr. Hákon, getur hann lifað af hérna, nýti tækifæri, bætir aðeins við sem materials. Þið sjáu hérna Jensína 105 build og fullt af heals. Þeir 2 félagar. Já, þeir eru bara með allt sem þeir þurfa til þess að vinna þennan leik. Eva Svoper undir eru hérna núna að setja pressuna á Dag Friðriks. Fella hann, nánum allavega niður, spurning hvort þeir fá hann og klára hann. Sölvi Batman þá næsta fókus og þeir spreyja vegginn þarna saman. Vinna sig síðan að honum, hægt og rólega. 1 fail á Edithinu, en þeir eru bara að ná veggnum. Ó, hvað það var vel gert. Já, mjög fallegt. Þetta var það sem þú varst að tala um. Jensína, mjög mekanískt góður spilari. Með hausinn og Denasi með sér. Og núna sjáu þið hvað ósýnileikinn getur skipt sköpum stundum. Hérna rétt inn fyrir storminn, Theo Stuffy og Playboy Nökkvi híla sig upp. Sáu þeir ekki að teleportgæðin hann bara í hliðina? Þeir eru í frábæri stöðu. Þetta geggjað stratt hérna hjá þeim. Halda teleportunum að vera komni djúpir en og það Steina í sig. Já, þeir fá Steina, hann tekur allavega fókusinn aðeins af þeim, en spurning, Playboy Nökkvi fellur þarna og Theo Stuffy þarf alltaf inn að hörfa. Þeir voru í geggjari stöðu og eins og hendi væri veifað og þá var allt inn komið vesen. Þeir fljótt að breytast. Og sjáuð aftur niður í hægra horninu, það eru allir á sama frímerkinu sem eftir Steini og Bjarki, Gabbi og Dora, Wish og Lóson. Wish bara einn hérna í kvöld sínst mér, engin Lóson með honum. Og iCrystal komin aftur inn í leikinn, Sigmar hefur náð að bjarga honum. En þeir eru núna fastir hérna í bardaga á móti Sierra Lauk og Snæja. Það eru leikmennin sem tóku iCrystal út til að byrja með og iCrystal, hann fallinn. Aftur. Það Snæji samt sem mjög lár, en hvað? Getur hann unnið þetta? Hann með 7 líf á móti Sigmari og Sigmar að setja alla pressuna á hann. En hann búinn að missa liðsfélaga sinn. iCrystal fallinn formlega og Sigmar tekur Sierra Lauk með sér þarna út. En Snæji fer inn í vitlaust box og fellur hérna á móti Sigmari. Þá 14 eftir. Sigmar með naumyndum nær að koma sér inn í hring og í öryggi. Þetta svo vond stað eins og einnig í núna, með 21 HP hvítu. Það þýðir bara að þú mátt ekki fá storminn í bakið þér. Það svo þægild að hafa það svo sigrum. Hann eins og ég segi. Það svolítið þannig, hann reyndi rótiti, það gekk ekki, Emil fallinn. Og Þalir þá úr leik, Fúsi Turbo og Rúndarinn báðir eftir hérna, Bjarki og Steini ennþá báðir eftir, Dora og Gabbi ennþá báðir eftir. En XXX Tentacles finna Steina, en Bjarki svarar, XXX Tentacles samt finnur það að Denas tekur niður Rúndarann.
og Denas á hæggrantinu er með fullkomna yfirsýn hérna og lætur kúlunum rigna á alla þá sem að reyna að komast hérna inn. Geta þeir einfallega tryggt sér þennan sigur strax hér í þessum leik. Þeir eru með 9 fellur og hæggrant þegar þeir eru 10 leikmenn eftir, Aron. Galið hvað þeir eru búin að góða í þessu leik. Og sjá þetta, það er allt opið fyrir þá. Fúsi reynir að koma sér í hring, rétt nær að teleporta sig, en það var ekki nóg. Hann fór inn í stormin og Denas bær felluna. Denas lækkar sig niður til þess að vera með betri skot og þá sem að eftir lifa og droppar á boxið hjá Sigmari. Reynir að koma sér þar inn, tekur smá skada samt sem áður og ákveður að fara aftur upp í öryggið hjá liðsfélaga sínum. Þeir eru einir og ósnertir á toppnum akkurat núna. Meðan restin af leikmönnum reynir að fikra sig áfram inn í hringin hérna. Wish tekur út Gabba, XSX Tentacles spellir samt Sigmar. Og það er þá bara Tentacles. Það er rísa stórt fyrir Denas og Jensínu. Já, það þýðir 4. sætið fyrir Sigmar og iCrystal. Wish hérna búinn að byggja sig upp á hæggrantið, Wish og Lowzone, mjög aggressíft duo. Getur Wish gert eitthvað hérna 1 á móti 2 á toppnum. Nei, Wish fellur og það er þá Denas og Jensína í 4. skiptið af 5 leikjum í yfirburðastöðu til þess að tryggja 4. sigurinn hérna. XXX Tentacles Lár reynir að koma sér áfram. Hvað getur hann lifa lengi? Þetta er ekki spurning hvort, þetta er hvenar, Aron. Og Denas og Jensína, já, fikra sig áfram, halda honum út í storminum og er alltaf að pikka sér niður, hann fellur í storminum. Og það er annar Victory Royale fyrir Denas og Jensínu hérna í Elsko-deildinni Duos. 11 fellur. Plus 11 fellur. Já, Einmitt. svona eins og þessi svona sólarupprás. Já. Já, það kom nótt á meðan við vorum inn í leik, en hérna við erum komin aftur Denas og Jensína með 4. sigurinn sinn í 5 leikjum. Og eins og segi 11 fellur. Þessi leikur spilaðist bara nákvæmlega eins og þeir, alveg sem við töluðum voru aggressífur frá byrjun. Já. Og það spilaðist bara í hendurinn á þeim. Þetta eru 47 stig. Jesus. Ofan á það 173. Þeir eru komin yfir 200 stig. Og ofan á það að iCrystal og Sigmar náðu 4. sæti. Alls ekki mikið af fellum. Nei, Liljar og Gnar voru ekki einu svona í topp 5. Nei. Þannig að spilaðist bara nákvæmlega eins og þeir hafi pantað þetta. Já, bilið á toppnum á eftir að aukast, ansi mikið gerir ég ráð fyrir, en já, við komum aftur eftir örsnögga stund hérna og greinum allt sem fór fram í leik númer 1, horfum á endursýningar og undirbúum okkur fyrir leik númer 2. Spennan er kannski ekki að magnast á toppnum, en baráttan annað 3. sætið er ennþá, já, í fullu fjöri, þannig að ekki fara langt, við komum aftur eftir smástund. Wait, is he switching lanes?
Er sólin að setjast eða? Já, verið velkomin hér í rökkrið í stúdíónum. Ég heiti Ólafur Hrafn Steinarsson og hérna með ykkur. Það er einhver draugur í ljósunum og núna er verið að... Já, nú er verið að stríða okkur sko. Núna erum við á yfirborðinu á sólinni. Það er svona, það er allir skalarnir hérna hjá okkur. Já, svo gaman að endi bara 2 flashbangs. Já, já, velkomin aftur. Það er Elko-deildin með ykkur á þessu mánudagskvöldi. Ég vil meina fallegu mánudagskvöldi af því að veðrið og umhverfið sem er úti akkur núna er eiginlega uppáhaldsveðrið mitt á Íslandi. Nei, eins og ég var að tuði yfir, þetta stemdi ekki góðan dag hjá mér. Nei, já, þú varst að segja mér þvílíka sögu. Eins og ég segi, ég greinilega helgina, ekkert búið að koma inn í bílinn hjá mér. Kem á honum nú 7:30, mánudagsmorgun, rúðan opin, snjóa eins og snjóaði helgina. Já. Eins og ég er með þryggjara barn hérna að skópla úr snjó úr bílnum sko. Já, þú veist það kom það mikið snjóra, ég bjó til snjóhús með krökkunum mínum. Já. Þannig að ég get alveg trúið að hann hafi verið vel fullur. Allt í bílnum mér. Já. Sko, þú veist ekki að því sko, en ég var með skópluna bara fyrir utan bílinn. Já, ég var bara að fylla. Já. Ég ætlaði að þjappa hann sko, þannig að það væri bara... Ef þú bara ímyndið það að verstipartin við þetta var að mjóka sjónum út. Já. Nei. Svo þurfti ég að setjast í bílinn og keyra hann frá Keflavík í bæinn. Já, keyra frá Keflavík líka. Yeah. Það er ekkert lítið. En já, leikur 1 er búinn hérna hjá okkur í kvöld. Við erum að fara að beina sjónum okkar að leik nummer 2. En áður en við gerum það, þá ætlum við að fá upp endursýningarnar úr leik nummer 1 og já, sjá það helsta sem gerðist, fara yfir það og ræða. Og já, svo beinum við okkur sjónum að leik nummer 2. Já, takk. Við býðum bara. Já, bara eftir eitthvað getur. Hanna kemur það. Hanna kemur það. Endursýningarnar farnar af stað. Við byrjum hérna á Denasi en já, saga leiksins var kannski það að Denas og Jensína breyttu algjörlega leikstíl og fóru og voru aggressífir. Hún er búin að sýna okkur það að þeir geta bæði, augljóslega. Og ennþá unni leikin. Já. Þú veist. Hún er að berjast allan leikin. Og já, eins og bara sést hérna á því sem við erum að fylgja. Þarna fættum við skipið í Marlin, liðsfélagi hans, Smeltis, lét sig hverfa á þeim tímapunkti. Því og Stöffi þarna var að fella Atman. Og förum næst hérna í barta þar sem að King Kjúli fellur og það lið var þá úr leik. Gunsi B,
Hann náttúrulega ákveðin heiðurskil í þessum leik. Besti liðsfélagi leiksins var að koma Kófer aftur inn, trekk í trekk. Já, Kófer á líka ákveðin heiðurskil. Ég held að hann gaf mestu stíðin. Verðmættasti leikmaðurinn. Já, MVP. Alex og Andri NBC hérna frá Fylki lentu illa í Seppa og Mörgæsinni. Spike hérna að reyna að, já þarna sérðu aðdragandan. Deiko skreið þarna inn í runnan en já það var vitað og rúndarinn fljótur að fylgja þessu eftir og fellir Spike og klára það lið. Séra Lákur hérna, þeir spiluðu rosalega vel og sjáum hérna þetta boxfight þar sem að Séra Lákur fellir Kristó. Séra Lákur sá við Kristó tvisvar í þessu leik. Já, það er alveg sko, það er afrek. Það er hægast að hann gert að gera það einu sinni. Það er afrek. Kristó vann rigg, eða ekki? Jú. Já. Og vann lokakvöldi hérna og já. Öðru sæti sóló. Þannig að það er bara mikið heiðursmerki. Já, og hérna sjáum við bardaga sem var á milli Kristó, Dr. Hákon, Emil og Lester. Það eru litlu 4 kannar komna saman í þessi bild að berjast. Og já, ekki voru það fleiri endursýningar en við lendum því miður í því óhappi að önnur Observer tölvan lendi í vesinni. Þannig að við erum ekki með endursýningar þar. Hún gafst upp. Hún gafst upp á því hvað Denas og Jensina voru að spila geggjaðan leik. Já, við þurfum að fara að gera eitthvað í því hvað hann er góður í þessu leik. Ég er að segja það sko. Hann þarf að spila með hérna bara aðra hendina fyrir aftan bak. Já, svona gefa hann 1 putta. Já, 1 putta. Það myndi vera held í ansi fljótt að enda illa. Hann getur sýnt okkur það. Hann getur sýnt okkur það. En allavega, ég meina, þú veist, hvað getur við sagt? Annað heldur en, þú veist, þetta er bara einfaldlega ótrúleg frammistaða. Í þessu duos akkurat núna, það virðist enginn geta snert Denas og Jensinu. Þeir eru búin að vinna 4 af 5 leikjum. Þeir eru búin að vera báðir lifandi í lokin í 4 af 5 leikjum. Þetta er bara dominans sem að á sér vart hliðstæðu í íslenskum rafíþróttum. Já, við höfum aldrei séð svona áður, held ég. Bara allavega ekki sko í Fortnite. Jú, við sjáum náttúrulega Denas og Kristó Kristó hérna svolítið langt fyrir ofan restina í solos, en þá eru þeir samt 2 að gera þetta. Að keppna þetta móti hvort öðrum líka. Já, og taka leiki af hvort öðrum. Það er bara, þetta er eins og þessu ósnestanir. Þetta duos núna, bara Denas og Jensina, ég vil meina að þetta sé bara mest tómiðandi duo eða bara íþróttaliði núna sem að Ísland á í rauninni. Það er ekkert lið á Íslandi sem að í neinni íþrótt sem að á ekkert eitt sem að keppa móti sér. Nei, og það sem verður mjög áhugavert að fylgjast með er hvort þetta breytist eitthvað þegar við færum okkur yfir í tríós. Já. Hvaða tríó verður myndað á móti þá væntanlega kjarnanum Denas, Jensina plus 1. Af því að ef þeir finna annan góðan spilara með sér, þá gætur alveg hæglega komið inn og dominera tríós líka. Og akkur eru það ekki bara í FNCS eða eitthvað svoleiðis sko. Það er heldur bara næsta stopp hjá þessum spilurum. Þú veist, þetta er ótrúlegt hvað þeir eru að standa sig vel og já, kannski við fáum upp stigatöfluna og sjáum þær breytingar sem hafa orðið þar á eftir fyrsta leik kvöldsins. En eins og þú segir, FNCS er held ég bara næsta skref fyrir þessa stráka og það lítur bara að vera bara að koma einhverjum augum á sig. Þeir eru báðir að mér vitandi ungir og upprennandi spilarar. Það eru tækifæri í kringum Fortnite. Lálega. Það er hægt að skoða skólastyrki erlendis og hérna margt annað. Ég held að þeir séu bara akkurat að allavega Denas veit ég að er bara á svona háskóla bandaríkjum háskóla aldrei sko. Já. Þannig spurning hvort hann farið þarna bara fyrir sundið eða fyrir Fortnite. Já, getur tala nú ekki það. Já, bæði. Já. Keppir í bæði og hann gerði á Reykjavík þessum games. Hvað? Hann mætti í hlutuslulega, stilt upp, fór til þess að keppa í sundi og koma tilbaka og keppa í Fortnite. Það er náttúrulega rugla. Já. Það er bara frekar rugla play. Getum við fengið stigatöflu? Það er spurning. Hún er á leiðinni upp á skjáin og þarna kemur hún. Við sjáum það fyrir umferðina að þá voru Denas og Jensina með 175 stig. Já, þeir klára þennan leik og enda með 224 stig og það er 99 stiga munur, Aron, og það eru bara 3 leikir eftir. Hvað þarf til? Er þetta hægt? Mjög ólíklegt á þessu stig. Nei, er þetta bara... Þetta er hægt. Mögulegt, það? Já. Ég meina 10 fellur pluss sigur er 45 stig. 2 þannig leikir 90.
3 þannig leikir eru 135 skilur en það er ansi mörg box sem þarf að tjekka í. Það þarf að vera skilur þú veist Denas og Jensína búin að vinna 4-5 leikjum, þeir þurfa að falla fyrir utan topp 20 3 leiki í röð. Og Liljar og Gnarr þurfa að vinna með 10 fellur alla leikina sem eru eftir. Þannig að það er ansi mikið af ef og hefði en eins og við sjáum hann fyrir neðan þar eru leikar í fullum gangi 125 stig í öðru sæti 108 í þriðja sæti og svo 87, 82, 78, 76 það er annar pakki sem er ansi þéttur Viss og Lawson hann að vinna sig upp Viss samt bara að spila 1 engin Lawson með honum í kvöld og frábær árangur að komast þarna í topp 4 ég held að Viss hafi verið sko í þriðastæði í þessum leik og Sigmar og Kristó þeir eru hann í þriðastæði Liljar og Gnarr í öðru sæti og Kristó og Dr. Hákon þarna í 5. fallum 1 Gabbi og Mythic vinna sig upp 1 Emil og Lester fara niður 1 En öll þessi lið, sko 4, 5, 6 og 7 eru bara 1 leik frá því að taka stöðuna hjá hinum. Þannig að, og í rauninni 1 góðan leik frá því að bara skora á Sigmar og Liljar, Sigmar og Kristó og Liljar og Gnarr þarna. Kristó og Dr. Hákon eru bara 1 leik frá því að enda í öðru sæti. Já, þannig að það er mikið upp á að spila þarna á neðri partinum af töflunni og við gætum farið að sjá svolítið kaotíska leiki. Já, ég held að. Núna er stígarsmyndum hvort að Denas 13 og Jensína hvort þið fara bara að leika sér, haldið þessu áfram Ég meina ég býst við því að þeir haldi áfram með ásækjarnir sko. Það virkaði það vel fyrir þá í þessu leik bara eins og þeir hafa að panta þetta bara án grín þetta gæti ekki hafa farið betra fyrir það og að því sögðu þá fyrir við bara að vera tilbúinir fyrir næsta leik spurning hver staðan er á honum og hvað er langt í að hann fara stað en já, ég held að við séum bara tilbúin þannig að við skulum bara henda okkur inn í leik númer 2 hérna í umferð númer 3 í Elko-deildinni eru það halda Denas og Jensína áfram algjörlega dóminera þetta mót eða eru aðrir leikmenn sem geta skorað á þá og tekið fleiri sigra til sín skulum komast að því akkurat núna erum mættin í leik nummer 2 það er leikur nummer 6 hérna í þessu duos móti eftir þetta einungis 2 leikir eftir þannig að núna er að duga eða drepast fyrir ansi mörg lið Aron heldur betur sýnist Andri blanda einn Nei, hann er með liðspila sinna aðeins fyrir fram að sig Það er einhver að venda einn Þarna sérðu, liðspila Þeir velja sér vel afvikinn stað hérna bara mjög sniðug taktík og sko ég ætla að segja Andri og Alex NPC sem lið er sko eitt af mínum uppáhaldsliðum Já, sammála því af því að þetta eru leikmenn sem að sko sem eru greinilega aðeins nýrri í leiknum heldur en til dæmis suma af þessum toppliðum en þeir mæta og þeir eru með hverja einustu viku og þeir eru alltaf að prófa nýja hluti Sammála því Þú veist, þeir í solos þá vorum við að sjá andra NPC vera að gera mjög vel hann var að rótita snemmin í hring hann var að boxa sig upp hann var að spila mjög yfirvegað lenti stundum í því að það myndi að vera refsað en það breyti því samt ekki að ef þeir halda áfram á þessari vegferð að þá erum við að tala virkilega Núna eru þið báðir í aðaldafélagi Já, virkilega efnilega leikmenn Ætli þeir mæta upp í þú veit bara fylkishús skepa þar sennilega ekki, en þeir æfa sér samt alveg örugglega saman á æfingum og ég vil bara segja það að Jensína og Denas byrjaði að opna Frankrike okay. þeir tóku þarna út eitt teimi
Höfum við orkunni í aðra svona vislu? Það góð spurning, höfum við röddina. Já, svo það. Stendur svo að þeir séu með 0 fellur, en ég sá Glixfann ná einhverjum niður þetta. Hann gerði það bara núna fyrir þig. Já, þarna súkkulaði snúður nokkaður. Já, þeir náðu HKP Ponga niður, en restið hefur komið. En núna HKP Ponga sannarlega í vesinni og Ponga og súkkulaði snúður eru fallnir úr leik hér. Snemma. Díka, voru þeir ekki í einhverju? Á 10? Nei. Þeir voru vissulega á listanum sem við fórum yfir hérna áðan. Já. Og já, núna bara enginn í kringum Dennis og Jensinu og sennilega lítið að frétta af þeim, þannig að þeir bara finna sér næsta bardaga. Sjáðu líka að þeir voru að lenda. Strax bara komið full match. Já, skilvirknin skiptir málið hana. Séra Lákur og Snæi eru hérna í Shogun's Solitude. Finna sér góða vopnbúna þarna. Og með þessum tunnum þá Séra Lákur með algjörlega fullt líf. Gunsi B og Kófer. Já, Gunsi B bara virðist að það fara í heimsvöldna á Geysi hérna. Ég reynda að sagði þér sko við Gunsa. Eftir hérna, þegar þú og Stefán allir voru hérna tveir, þá sendi ég SMS á Gunsa. Og ég ætla að fá Observators að vera á því við lendingu svo fáum við skjátíma. Já. Smeltið svo skipið í Marlin hérna, þeir eru að byggja upp lífið sitt. Við sjáum Ragga og Benjo, bæjarins bestu liðið. Það virðist vera næsti áfangastaður fyrir þessa 2 leikmenn. Það er búið að vera svolítið illa af þeim vegið af þessu móti bæjarstúðunum. Sammála búið að mikið það að þeir lendi snemma í bardugum en þeir hörfa hér og taka sinn tíma í að reyna að komast í burtu. Smeltis reynir að ná einhverjum skotum á löngu færi, hittir þeim samt ekki. Og þarna það sem við vorum að tala þetta lið sem við sjáum spilda passíft, reyna að koma sér undan og bara finna góða stöðu en ekki vera að taka þess að fæta snemma. Það var bara lent í því held ég bara alla leikina, þeir fá ekki friðinn til þess. Já. Greinilega bara búin að fá nóg að því og sem bara lengst í burtu þetta núna. Er þetta annað bæjarins bestu lið? Nei. Raggi og Benjo. Raggi og Benjo. Við myndum að vera eitthvað. Cinderella hérna á móti, ekki Kleinar. Hitti skotinu en það var ekki nóg, ekki Kleinar. Finnur þessa fellu. Ekki Kleinar og Fishing Trout hérna. 2 saman. En aftur, horfðu á, það eru 4 leikmenn fallnir og fyrstir hringur eru að lokast. Hvað voru margir búinir að fara að fyrsta hring? Ég man ekki eftir fyrsta hring nákvæmlega en byrju Dennis hérna að teleporta sig inn beint á skipið í Marlin, komin í buildfight og Jensína að gefa honum aðstoð langt í burtu. Smeltis núna að vinna sig hérna upp, komin inn í boxið hjá liðsfélaga sinum. Og núna þurfa þeir að passa sig. Dennis hann nær vegnum en skipið í Marlin kemur honum á óvörum þarna og laumar inn einu skoti. Já, Smeltis þarna nokkaður og Dennis að reyna að koma lífinu eitthvað upp. Þú þurft að sé nóg, þeir hitta þarna skipið í Marlin og algjörlega bara snúa vörn í sókn á 0-1. Fella niður 2 aðra leikmenn og það virðist vera það sami på teningnum núna, Aron. Bara ít á 2x2 og klára þetta. Ég held að Dennis hafi heyrt mér segja þetta áðan og tók því bara persónulega og það var því að sína Aroni sem er bara frábært og vel gert. Þeir heita það sama. Og XSX Tentacles hérna að reyna að komast undan, tekin lágt niður af Emil og Emil með sverðið í hönd að reyna að veita eftirför. Tentacles reynir að koma sér eins langt undan og hægt er. Emil lætur ekki gabbast. Hann hlýtur að vita að hann sé ennþá þarna. Og hann reyndi að bíða eins og hann gat, en liðsfélagi hans, þeir heita það sama. Heyrðu, Blaut amma!
Blaut amma er fallin. Það var ekki í bingospjöldum mín að heyra þetta kvöld, sko. Það bara stundu þá gerist eitthvað sem grípur athyglinna manns. Hún er fallin og getur ekki staðið upp aftur. Já, hún er fallin og getur ekki staðið. Í einhver eitt á neyðarnappinn! Og ég vann nú við að svara þessu neyðarnöfum í mörg ár. Já, það er ekkert fall damage á Emil hérna, ólíkt feruleiknum sem að ég og þú vorum í á þessum tíma. En Gunsi B og Kófer, já, báðir í fullu fjöri. 8 leikmenn fallnir núna. Ætlum við séum ekki á svona svipuð róli og við vorum áðan. Jú, sýnist það. En það er samt áhugavert að við séum ekki að sjá hraðar í leiki eftir því sem að lengra líður á mótið og fólk kannski fer svona aðeins meira í hennan ham, sko. Æ, ég á ekki sens að vinna, þannig að ég bara spila þetta aggressíft, sko. Ég bjóst algjörlega við því, sko. En ég er mjög ánægð með það. Já, klálega. Ég er sjúklega ánægð með það. Það er allir bara að átta sig á því. Skiptir engu máli þó þú sést ekki að fara að vinna þetta mótið ekki. Hver einasti leikur sem þú keppir hérna er reynsla og lærdóm. Klálega. Já, ég og þú heldum ræðu hérna 10. kvöldi í solos að ef þú ert í 15. endað í 14. skilurðu. Já. Og svo markið sett á 13. næst. Nákvæmlega. Þú veist. Það er bara þannig tökum við skrifin upp á við. Dora Explorer og Gabby Hills, þeir eru alltaf að lenda hérna, taka út einn af NPC-bossónum og fá þessa grímu, þessa mythic grímu með 50 teleportar. Já, mér leiðilega fréttir. Það er bæjarins bestu vinur okkar eru fallir. Já, þeir geta fengið sér hérna pelsi og drekt sorgum sínum. Já, pelsa. Pelsa! Það er víst þannig sem krakkarnir segir í dag. Það er svona pölsa. Við skulum bara byrja að tala pelsu með Pelsa. Playboy, Nökkvi og Theo Stuffy, þeir eru bara að lifa þokkalega góðu lífi þannig, en fyrir aftan það og þar er einhver bardagi í gangi. Ég sé nú ekki hverju þetta eru Jú, Sigmar og iCristo á móti Tonka og Slipstream. Aron og Tonka hérna, leikmenn Fjölnir. Spurning hvort þeir átti sig á því að þeir eru með eitt besta dúo Íslands ofan á sér akkur núna. Það eru ekki menn sem vil hafa ofan á þér. Ó nei. Og ekki bara, sko, eru þeir þarna fyrir ofan, heldur eru þeir markvisst og aktífli að leita leiða inn í bóksin hjá Tonka og Slipstream hér. Það þurfa að sýta það, ef þið vilja fara inn í bóks, þá fara þær inn í bóks. Ó já, Séra Lákur og Snæi bæta aðeins í lífið þarna. Ekki skilvirkasta notkunin á skjöldunum þarna. En mér sýnist iCristo og Sigmar vera að undirbúa sig bara að fara í annan bardaga, eða eru þeir að undirbúa sig að taka á móti öðrum leikmönnum. Vá, hvað ég væri til að sjá okkur taka þetta teleport akkurat núna. Þetta er sko, eru þið bara fíblast? Sko ég veit að ef þú Þetta er geggjað! Ég veit að hérna, ef þú hittir einhvern með þessu, þá skýst hann. Já. Þið dóða fólkdæmið. Já, ok. Gunsi B lendi í því. Það er mjög áhugavert, en já, núna reyna Denas og Jensína að loka bilinu þarna á milli. Þreyttir að láta henda í sig einhverjum teleport-orbum hérna. Og Arnar var nokkar að Snæi með lúmst skot á hliðinni og allt í hennu er Flóki Bling í bullandi vestinni hérna með Denas og Jensínu á boxinu sínu. Flóki nær að halda veggnum hana aftur og aftur, spurning hvort að Denas ná hann og loksins af honum. Þá er Snæi byrjar að koma sér í burtu, Snæi og Séra Lákur, þeir ætla bara að halda inn í hring. Og það er Flóki Bling að reyna að leita allra leiða til þess að lifa af, en það dugir ekki. Denas og Jensína með 5 fellur og það er ennþá 42 leikmenn eftir. Þó þið séu 2, það er eins og þið koma bara öllum 4 áþvonum. Þetta er ótrúlegt. Þetta er ótrúlegt. 5 fellur, 10 stig, það getur ekki gert annað. Það eru bara 14 leikmenn fallnir. Þeir eru með 1/3 af fellunum á þessum tímapunkti, Aron.
svolítið langt fyrir utan hring af vísu, en virðast alltaf komast inn án teljandi vandra. Skota löngu færi hérna á Gunsa B. Kemst í skjól bak við trén. Hann í hákalla inni sko. Eitthvað sem fyndi með hann vann flest alla í elskudildinni í hérna 1v1. Já. Og svo virðist hann bara af alla geta keypt sér að vinna slag. Já, það er oft munur. Það er munur á solos og duos. Það er bara þannig. Rúnar og Brexi hérna, leikmenn Fylkis. Denas með bjarka pöndu. Hættir ekki. Það voru næstu fórnarlum fundið þar. Fíó, Stöffi og Nökkvi hérna að taka móti Kristó og Dr. Hákon. Þeir eru spreyjaði niður, reyna að halda sér á lífi með því að halda frá að byggja. En þetta étur upp byggingarefni að vera í svona barðum. Og étur upp heals. Hversu mörg splassis fóru, en frábært þarna hjá Fíó Stöffi. Tekur Emil mjög lágt niður. Og þetta eru 3 lið sem eru hérna að berjast. Þetta er Emil, Lester, Kristó, Dr. Hákon, Fíó Stöffi og Playboy Nökkvi. Fíó Stöffi, það er eins og hann sem er leysir á hjá sér akkurat núna. Hann er að hitta öllum skotum. Og virðist sem svo að öll lið ætla að geta sloppið frá þessu án þess að missa leikmann. Stöffi var nú tæpur að taka 2 með sig bara. Mér finnst bara ótrúlegt að enginn hefði fallið. Já. 41 eftir 4 sónus búið. 50 á leiðinni. Já, það er meira en við vorum með áðan. Töluvert. Það skal ég svo segja. En það sérðu nálæðina bara meiri sig á þessum tímapunkti. Hringurinn á ennþá eftir að minnka töluvert meira. Og já, núna er bardagi hérna Lester að loka fjarlæðinni á móti Kristó og Dr. Hákon. Ætla bara að koma sér inn í boxin, en Editi kemur út á Kristó og hittir ekki skotinu samt sem áður. Playboy Nökkvi finnur King Kjúla, klárar hann á sama tíma. Það er bara það rétt hjá, en Falcon Emil býst ekki við Kristó út í boxin á þessum tímpúti og næstu tekið niður. Þeir finna Lester og það er þó Emil 1 á 2 og hvað getur hann gert? Þeir eru báðir lágir, en Kristó byrjar að henda splassis, hann geigar einu splassi þarna. Þannig að þeir eru ennþá lágir, Emil getur ennþá gert eitthvað, en þeir eru hratt að bæta við sér lífi akkurat núna. Núna er þetta orðið erfitt fyrir Emil. Hann þarf að takast hérna á við 2 leikmenn sem er að stara niður. Finnur Dr. Hákon, getur Emil gert þetta? Hann er búinn að finna 1, getur hann fundið annan, þarf að hlaða! Þeir eru í búinu með skotin, Kristó tekur upp sverðið og það er allt brjálað hérna! Og Kristó klárar Emil og bjargar liðsfélaga sínum! Þvílíkur bardagi, Aron! Þetta er verið versta tíma sem ég var að klára skotin sem ég séð. Það komum líka báðum svo í okkar skjöldu. Ég sá svipinn á þeim í gegnum tölvuskjáin þegar þetta gerðist. Ég held að koma að háða á hvað hann hefði hann báðum, hann lágur hann. Vá! Þetta var, sko, ef að það eru skot í byssonum, þá held ég að Kristó sé fallið hana. Já, klálega. Það var bara búinn. En samt líka yfirvegun að fatta svo var líka bara að taka það með sverði, þegar hann var líka búinn með skotin, sko. Já. Seppi hérna fellur á móti Viss. Mörgæsinn að reyna að hefna fyrir félaga sinn, en ákveður að koma sér bara í burtu. Viss, enn og aftur segjum það, er að spila einn hinn í kvöld. Ekki með liðsfélaga sem Lóson með sér. Og samt er að ná að sko fikra sig upp list. Hann er búinn að gera gott mót með því. Bara virkilega gott. Og reynir að komast með inn, en Viss bara 2 stig viðbót. Það er að sleppa, 2 stig viðbót, 3 fellur komur á hann. Mér finnst Stæko að vera að falla úr fall damage. Það er aldrei gott. Nei. Kom hérna, göngum til liðs við Fíó Stöffi og Playboy Nökkva. Zone 6, 35 eftir.
iCristo fellir King Kjúla. Það ekki fyrsta skipt sem King Kjúli fellur í þessum leik. Kófer finnur fellu þarna, rúntarinn. iCristo klára King Kjúla. Sigmar með herra Adman og núna fer hasarinn að aukast 32 leikmenn eftir og þessi hringur minnkar svæðið sem í búaði umtalsvert. Aron. Gumsi sér leikmannana. Wow. Það að gera góðan skaða. Fítsjó og Gumsi þarna. Góð staða sem að Gumsi og Kófer eru með en núna þurfa þeir að fara að hreyfa sig. Hringurinn farinn að færast. Brexi og Rúnar. Rúnar koma sér upp svona þokkalega góður í bækistöðna. Brexi að tryggja að þeir eigi alla veggi. Góðu fastegn. Og meðan Rúnar að berjast inn á móti Viss. Og Brexi þarf að fara að hjálpa honum. Brexi að fara að lenda bara í, já. Já, hann var næstu í tekið niður þarna og það bara spurning hvort þeir vilji láta frá hverfa. Viss algjörlega á eldi með 4 fettur í þessum leik. Og Rúnar kemur sér bara í burtu. Sniðut. Það samt að koma sér aftur inn í hring. Spurning hvernig hann ætlar að gera það. Þeir eru bara veiðar bara. Já, bara af hverju ekki? Já, bara kósi. Það bara fínt að fá frían skjöld upp úr potlinum. Góða. Býtu, ennþá hægt að veiða þarna? Eru ekki búinir með veiðistæðin? Ég held að báir bara fiska þegar það og ekkert. Já. Fíko elskar dæm. Ég líka. Mér finnst dæm líka mjög gott. Eitthvað sem við eigum sameiginlegt. Fíko var eitt af afmælisbörnum síðasta mánudags. En Denans 13 og Jensína í einhverjum bardaga. Denans búinn að missa skjöldin. XSX Tentacles tekur út Fjölnir Tonka á sama tíma. 30 leikmenn eftir. Ég held að endgame verði bara svo hlaðbór fyrir það. Stefnin allt í það. Þetta nafnið þinn, hann Aron, fulltrúi Fjölnis. Í smá vesinni, það verið að spreyja niður. Hann reynir að nota medkitið en það stoppað af. Neyðist þess að fara út í storm en finnur þarna glufu. Geggja lítið hot. Það eitthvað við þess að Arona, þeir hugsa greinilega í lausnum. Það rétt. Dennas, hann býður bara eftir teleportinu en næst ekki að koma neinum skaða niður á þá. Hann næri ekki að refsa. Þeir reyndu það. Og núna sérðu öll liðin. Vá, ég get ekki beðið. Þetta lið sem að fara inn í þennan litla hring. Við erum rétt komin í stígin og við lítum svona út. Já, Aron undir pressu frá Dennas, Gunsi og Kófer. Rótita þar á bakvið. Dennas að halda áfram. Liðsfélagi hans, Jensína, búinn að tryggja fastegn inn í hringnum. Viss ennþá í góðu lífi vinstra megin, Fúsi Turbo líka. Sigmar og iCristo hrefa sig inn með hringnum. Gætu lent í smá vesinni getur verið spreyjaði niður af Kristo og Dr. Hákon. Playboy nökkvi, fallin í vatnið, alltaf óþægilegt að byggja þegar út í vatninu en Alex NPC getur verið að setja sig upp. Nei, virkilega flott bilda þarna hjá Alex NPC. Hafa með þetta fullkomlega sett upp til þess að skýla sér frá þessari línu en Dennas hann bara droppar inn í kassan hjá Playboy nökkva. Þá finnur hann bara einhvern annan. Hvað í gangi? Þetta ekki hægt. Þetta bara aggressív Dennas. Hann birtist mér í martrjónum í nótt. Samt love to see it. Love to see it, en myndi að hata að vera á móti því. Já. Það bara þannig, sérstaklega með svona play, hann bara fellur þarna himnum ofan. En sjáðu stöðuna þarna hjá Gunsa og Kófer, algjörlega einir. Þeir eru í toppmálum. Með frábæra stöðu með við þennan hring, með við allir aðrir eru á sama fermetran. Mér sýnist líka svo að hreyfast í áttina að þeim. Þannig að þeir bara taka móti þeim. Eða hvað? Nei, ég finn mér rangt mál. Já, þeir þurfa vissulega að hreyfa sig snemma en þeir eru með launchpad þarna fyrir rótitið. Viltu vera að svífa með alla þessa horfi upp mögulega? Sko, já, af því að þeir velja rétta tímasetningu til þess að koma sér þarna yfir og það bara spurning hvað þeir ætla að fara langt. Þeir finna þarna góðan layer og segja bara hei, þetta verður okkar layer og þarna eru við alltaf að sjá
betur og betur spilaðan endgame hérna á Íslandi. Hann talaði mikið tunnelin. Já. Og verðist vera bara að gera það hérna núna. Nei, ég meina, þú veist, þetta er bara nákvæmlega. Þetta það sem við sjáum í atvinnumennskunni og íslensku spilararnir eru allir að stíga upp. Þeir eru allir að verða betri. Við höfum aldrei séð betri endgame en við erum að horfa á akkurat núna og núna fer Hasaninn af stað. Sigmar búinn að finna 1. og 6 leikmenn eftir. Hringurinn á stærð við frímerki, fólk að finna sér sinn layer þar sem það getur verið svona frekar örugt. Kristó finnur þarna 1, Denas byrjar að róteta inn, engin pressa á Denas og Jensinu þarna á rótetinu. Kristó og Dr. Hákon ætla að hreyfa sig núna og leitast eftir því að halda hægrándinu hérna. Við vitum náttúrulega að Kristó mjög gjarn á því að vilja vera á hægrándinu. Mér sýnst það bara ekki efna á því að fara upp núna og halda því. Nei, og Steffen lendir þarna hættulega nálægt og þeir leita að tækifærum, finna einhver tök hingað og þangað og meðan finnur Dr. Hákon Fúsi Turbo og þeir finna sikkur á felluna. Gunsi B og Kófer núna að hrefa sig inn en Kristó með línu á það og Kófer 1-2 og fallinn, þvílík skot hjá Kristó þarna. Og hann ætlar að teleporta til þess að klára felluna og fá refresh á materials. Hann að hugsa hvernig þeir geta náð highgroundinu. En hann að taka svo mikinn skaða hérna, hann þarf að nota grímuna til þess að koma sér inn. Gerir það og hvar lendir hann? Nær að lenda á öruggum stað, fer og hittir félaga sinn Dr. Hákon á highgroundinu. Náði ekki að refresha mikið. Gunsi B fallinn, dettur þarna á móti Markus drap þig. Og þá fer aðeins að fækka hérna en sjáu þið hvað þetta er þétt. Allir leikmennir að spila þetta vel og Dr. Hákon og Kristó sennilega í bestu stöðunni akkurat núna en það er spurning hversu lengi fá þeir að halda þessar stöður frítt. Við höfum séð Denas og Jensinu duglega við það að skora á þá sem á highgroundinu. Hvort þeir gera það núna, það er spurningin. Viss þarna í miðju kraðaki. Það allir einhvern veginn á sama stað. Snæi fellur, Denas með þá fellu, Bjarki finnur Fítsjó. Og allan tíman, Markus drap þig, finnur Steffen, Því og Stöffi fellur líka. Það eru 8 lið eftir 13 leikmenn. Hringurinn orðinn svo lítill. Það alltaf plássbyrð á alla. Þeir þurfa að vera á mörgum hæðum. Séra Lákur fellur. Kristó, hann fallinn. Dora Explora fellir hann hérna. En liðsfélagi hans Sigmar ennþá á lífi. Kristó ennþá á highgroundinu. Ennþá á lífi. Viss ennþá á lífi. Dora Explora líka. Sigmar reynir nú að hreyfa sig inn í hringinn. Dora Explora næstir í meira líf. Denas að berjast við highgroundið á móti Kristó og Dr. Hákon. Og hann að tönnla sig þarna inn. En hann með 2 menn á boxinu sínu. Nær hann að koma sér undan eða lifa eitthvað lengur. Nei! Denas 13 fallinn. En liðsfélagi hans ennþá á lífi? Nei. Hvar klikspan? Hann ekki. Það ekki sigur hjá Denas í þessu leik. Kristó og Dr. Hákon með highgroundið. Og það ekki sigur hjá Kristó og Sigmari? Nei, en það Viss, Dora Explora og núna það bara Viss 1 á móti 2 og það virðist vera Kristó og Dr. Hákon sem að sigla þessum leik heim nema að Viss geti tókað eitthvað þvílíkt upp á pokanum akkurat núna. Nei, það var ekki sens. Það ekki nóg og við erum komið með, annan sigurvegara í kvöld. Það Kristó og Dr. Hákon. Það var bara leikur sem við vorum að bíða eftir. Þetta var geggjaður leikur, Aron. Þetta var geggjaður leikur. Hvað voru 15 eftir 2 sekúndur búið? Þetta var bara, þetta besta endgame sem ég sé á Íslandi. Já, sammála því. Besta endgame sem ég sé á Íslandi, bara hands down. Hvað Viss að gera líka? Geggjuð framist. Já. Hann mætir hérna bara heila viku, bara 2 leiki án Lawson. Og klifrar, við höfum eftir að sjá stigatöfluna eftir hann leik. Hann klifrar mögulega upp 2 sæti. Ég held að hann sé konum top 4. Þetta ótrúleg framist. Galinn. Og á sama tíma, þrátt fyrir það að Denas og Jensina hafi ekki sigrað þennan leik, þá ég nokkuð viss það þegar við tryggt sér nógu margar fellur til þess að halda forskotinu sínu á sama stað ef ekki jafnvel auka. Já, voru ekki með 11 fellur aftur. Eitthvað svoleiðis. Við komumst að því, og nákvæmlega hvernig þessi leikur fór og hvaða áhrif það hefur á stigatöfluna þegar við komum tilbaka eftir örstutt hlé. Ekki hreyf ykkur langt, þetta verður mjög stutt, ég lofa. Við sjáumst eftir smá.
Is he switching lanes? Já, verði velkomin aftur stutt en lag og pása. Það komið að leikslokum í leik nummer 2 hjá okkur í kvöld. Það leikur nummer 6 í þessu duos móti og sigurverðin í þetta sinn voru Kristó og Dr. Hákon og ég verð bara að segja að það var mikið. Já. Mér finnst þetta að vera leikmenn sem að bara eru búin að vera á jaðrinum að vinna mjög marga leiki. Við náttúrulega sjáum Kristó vinna leiki þegar hann var í sóló, þannig að það er ekki kannski að bætast of mikið í nýjir sigurvegarar púlu okkar akkurat núna. Dr. Hákon kemur víst í þann hóp en að samanskapi mjög öflugt lið sem að er búið að eiga tilkall til þess að vinna fleiri leiki en að unnið hinga til. Loksins búinir að setja einn í pokan og spurning hvort að það eflið þá í komandi leikjum. Já, vonandi. Þessi leikur bauðilega bara upp á allt sem við vildum sjá. Margir í endgame. Denas aggressífur, ný sigurvegari. Hvað meira getum við beðið um? Bara nákvæmlega. Við kannski fengið víðukamerun á okkur svo þú sjáist á meðan þú talir. Já. Það getur verið. Þarf ég að fara að gera kvörtun eða? Það er erfitt að vera með eitt svona myndalegan í stúdíónu þú fer ekkert að skipta þessum. Ég held að við varum með 2 Nei. Það er bara ég fæ allan skjátíma hér í kvöld. Nei, þarna ertu komin. Ég biðst afsökunar fyrir fólki heima. Nei, ég segi svona. Allt sagt í góðu gríni en frábærlega vel spila Dr. Hákon og Kristó, þeir tryggja sér þarna sigur, skjóta sér væntanlega upp stigatöfluna, bara frábær leikur hjá þeim, náðu loksins að setja hann saman þannig að þeir enduðu á toppnum. Virkaði vel að ná hægrandunum hjá þeim og halda því þarna framan af. Það var skorað á þá meðal annars af Denas. Denas reyndi að komast upp á hægrandið á mótiðin þarna en þeir refsuðu því. Þannig að spurning hvort að stigataflan sé tilbúin og við getum fylgst með hvernig stigin standa. Fáum það hérna upp á skjáin núna. Þarna sjáum við hvað stigin eru eftir kvöldið. Denas 13 og Jensína halda toppsætinu með yfirburðum 258 stig, 126 stigum yfir næsta. Það er næstu jafn mörg stig. En sjáðu 2 og 3. Já. Það er mjög tæft. Já. En pældu samt í því, það munar 126 stigum. Það svo bara 2, 9. Við erum að tala um það að Denas og Jensína eru með meir en 2-falt mörg stig á við 4. sæti. Þeir eru næstu því með 2-falt af stigum. Þeir eru næstu því með 2-falt stig annað á 3. sæti Ég veit það. Það er munur. Það munar 6 stigum að þið væri með 2-falt stig á við Sigmar og Kristó. Mjög líklega sé það bara enda. Þetta er ótrúleg frammistaða hjá Denas og Jensínu og þeir bæta við sig í þessum leik 12 fellum. Já. Það er bara næstu því 2-falt líka bara sem við næst mest. Það er ótrúlegt. Og Sigmar, Kristó, þeir vinna sig upp í þessum leik, taka annarsæti þarna af Liljari og Gnarr. Viss og Lósson detta niður í 5. sæti. Ekki Viss að kenna, hann stóð sig vílíkt vel og krækir í fullta stigum í þessum leik. Hann er bara óheppinn því að þetta var Kristó og Dr. Hákon á mótunum í Já, hann tekur hvað? Hann tekur 28 stig í þessum leik, 1.
Já, það bara alveg ótrúlega vel gert og svo náttúrulega Krist og Dr. Hákon taka 4. sætið í burtu frá Wish og Lawson með þessum sigri og svo það Gabbi og Mythic, þeir halda sér í 7. sæti, Emil og Lester halda sér í 7. Sjax og Markus Drabdig halda sér í 8. Tunkatown og Slipstream falla niður í 10. Gumsi og Fítsjó detta af listanum en í staðinn kemur upp í 9. sæti Bjarki Panda og Steini 23. Bjarki Panda gera gott mót í síðustu leikjum. Alveg klárlega. Og eins og ég talaði áðan líka, hann er kannski ekki besti mekanismi í honum en bara leikskilningun upp á bestu sko. Já, og bara virkilega gaman að sjá það lið skipa sér þarna í topp 10 metnaðarfullt lið, setja mikla vinnu og tíma í það að æfa sér saman og taka þátt og það að skila sér fyrir þá. Klárlega. Og við beinum því að sjálfsög til allra takið þátt eins mikið við getið þannig sem við verðum betri og að þessu sögðu þá það held ég nokkuð ljóst að upp úr þessu með 2 leiki eftir að þá ekki hægt að ná Denasi og Jensínu á toppnum. Denas og Jensína eru þar með búin að tryggja þessi sigurinn hér. Ef þið bara mæta þá þið búin að vinna þetta á þeim yfir. Þeir þurfi ekki eins og að mæta. Nei, getur slepptið að mæta. Já, jú. Það 126 stig. Þú þyrftir að taka 63 stig í hverjum leik sem að veri sigur og 20 fellur. Já, 63 stig. Sigur og 20 fellur eru 65 stig. Já. Þannig að sigur og 19 fellur. Ekki að ræða. Þeir mega verið fríi þá bara. 2 leikir við. Já. Og við viljum sjá þá. Já, við viljum að sjálfsögðu sjá þá og ég gerir ráð fyrir því að við munum fá bara mjög aggressífa leiki frá þeim. Þeir halda bara áfram að gera það sem þeir að gera. Það bara til þess að bæta við bara met sem ekki hægt að slá. Já. Það bara held að það sé bara númer 1 og 3 hefur núna. Ég held það líka en það samt ennþá keppni upp á annað og 3. sæti hverjir skipa sér þar. Það mjög mjótt á munum, aðeins 2 stig og frá 3. niður í 4. sæti þar aðeins 9 stig. Þannig að allt getur gerst á þeim staði í töflunni og það verður mjög áhugavert að sjá hvernig það spilast. Já, hvað var velurinn fyrir annarsætið? Mástu það? Ég man það ekki. Nei, en það bara 7. og annað, þetta eru bara 23 stig sko. Já, það getur allt svist. Alveg bara. Þannig að það verður svolítið hver nær að forðast snarbilaða Denas og Jensínu á sama tíma og að vinna einhverja leiki. Það munur líklega að vera leikmennin sem enda þá í 2. og 3. sæti. Klárlega. En áður en að við förum svona að gera upp kvöldið þá kannski ættum við að fá endursýningarnar úr þessum leik af því að eins og við sögðum ég vil meina besti leikur sem við höfum séð hingað til í íslensku Fortnite, bara til hamingju Fortnite á Íslandi fyrir að hafa fengið svona geggjan leik, spilarar fyrir að vera orðin svo góðir að þeir geti gefið okkur svona leik, það algjör unun að fylgjast með honum, þannig að leið og endursýningar eru tilbúnar þá getum við rúllað þeim af stað. Byrjum hérna smeltis. Þarna var Cinderella, hún var í boxinu á móti ekki kleinar. Hleður þarna ón í shotgunni þegar ekki kleinar ebita sig niður. Cinderella nær að hitta hann en það gerir ekki nógu mikið skada. Cinderella fellur. Förum hérna og fylgjumst með Denasi. Þarna Denas og Jensína að reyna að ná Flóki Bling niður eftir að hafa fellt liðsfélag hans áður. Það tók aðeins lengri tíma heldur en ég hafði búist við. Já. Á þessum tímabúti það voru 12 fallnir því við vorum 6 aðeins. Já. Það var svolítið þannig, eitthvað svoleiðis. Þeir eru alltaf með þriðjung eða svo. Þarna fjall Lester á móti Krist og Dr. Hákon. Emil næstu að púla þvílíkan fætin að sjáu þetta. Óheppinn. Hann nær að hlaða einu skoti í haglabysuna en svo hann var ekki með sverðið til þess að geta tekið á móti þessu. Ég held að ég hefði aldrei fattað það að púla upp sverðið því sem aðstæðum. Nei, og líka bara ekkert eðlilega erfitt að átta sig á því hvað að gerast en einhver bara hérna fljúandi hægri vinstri í kring og bara með þig, bara með númerið. Já, líka bara, þú getur ekki gert af því að hann dassar hægri vinstri, skilur þú veist, þetta bara eitthvað erfiðasta boxfight sem þú getur verið í. Kóf hérna að reynda að finna einhverja línu í rótitinu og hann refsaði fyrir það. Það var ómikið aðstöðu. Já, en hérna sjáum við þessa yfirburðastöðu sem að Krist og Dr. Hákon voru að koma sér í. Ég hef fættur það að þið gátu ekki haldið þessu því að þeir eru lágir á byggingarminu. Já, en það var, manstu, Kristó fór niður og náði í... Hann náði ekkert að
Jú, hann náði í sko 200 og eitthvað netta. Hvað það? Hann fekk alveg 20 og eitthvað bild. Og svo eru það bara hérna í lokin Dora Explorer þvílík fella þarna hjá Kristó. Dropshot. Tekur hann á leiðinni niður og það var þá bara Wish einn á móti þeim tveimur, erfitt verkefni, sérstaklega Wish lár á lífi á þessum tímapunkti og lítið sem hann gætt gert til þess að breyta niðurstöðunni þarna. Já. Dr. Hákon og Kristó tryggja sér sinn sigur. Það er lítið sem að Wish gætt gert þarna með 1 á B móti þeim tveim. Já. Og búin að gera glæsilegt mót, sko. Ég meina, pældi bara, þú veist, þetta er eins og Sigmar þarna í fyrstu umferðinni, skilurðu, þú veist, hann er að komast í annað sæti spilandi 1 og hann kemst meiri sér sko inn í annað sætið sko með ennþá, þú veist, líf og heldur bara sinni liði í baráttum annað sætið. Já. Það er hægarsatning gert í dag, sko. Já, ég meina, Wish og Lóson, eitt af þessum svona árásagjarnir liðum sem við sjáum í mótinu, mjög gjarnir á það að finna þess að fæta snemma, taka kannski 10, 11, 12 fellur í leik. Ef að þeir ná að blanda saman þannig leik og að taka sigur, þá eru þeir að fara að skjótast bara beint upp í annarsætið, mögulega þriðarsætið fyrir eftir kannski hvernig önnur lið standa sig. Ég er líka ánægður með Wish að breyti ekki leikstíl. Já. Þó hann sé einn og bara skilaði sér í kvöld. Ég meina, þú veist, hann var bara hlaupa inn í lið. Já. Þú veist, það var ótrúlegt að sjá og kom mér svona smá á óvart af því að Sigmar þegar hann var að taka önnursætin hlédrægur, hann bara hélt sér svolítið tilbaka, reiddi sig á leikskilningin, kom sér bara vel inn í rótitin, náði að halda sér öruggum. Ég held að hann hefði tekið eina, kannski 2 fellur í sikkunum leiknum og náði síðan að skora þessi stig. Svo bara eins og Wish hafi bara litið á kvöldu í kvöld bara í versta er þetta bara æfing. Já. Og bara keiri eins og ég var að keira og skilaði sér utan. Já, en í staðinn þá heldur hann liðinu sínu inn í baráttunni og toppsætin og ekki toppsætið en toppsætin vissulega og ég bara, þú veist, þetta er eitt af liðið, Batman og Lóson bjóst einhvern veginn ekki við þeim komandi inn í þetta mót bara ekki svona óvalega. Nei, komið vel á óvart og að standa sig bara virkilega vel með að við hvar þeir eru bara á töflunni. Klálega. Hlakka til að sjá meira frá þeim leikmönnum og vonandi eru við með fullskipa lið í næstu viku. Klálega. Af því að, já, í næstu viku þá ráðast úrslitin. Þá fáum við að formlega krýna sigurvegara og segja hverjir í öðru og þriðja sæti. Þannig að. Og eftir það stöldurum við ekki lengi við. Nei. Við fengum bara beint í tríós. Já, það er bara málið. Fyrir þá sem að kannski ekki vita, við getum fengið dagskrána hérna upp á skjáinn með að við tölum okkur í gegnum þetta. En keppnistímabilið, þetta tímabil í Fortnite hér í Elsko-deildinni er skipt í fernt í raun og veru. Við erum fyrst með Duos, það er það sem við erum búin að vera að spila núna 27. janúar. Fyrir þá sem ekki vissu, dagurinn í dag, það er að koma mánaðamót og mikið gaman. Fyrsti mánuðurinn árið 2025 er að klárast. Hvert hvarf tíminn? Það er bara mér líður eins og áramótin hafi verið í gær. Ég er að vera 30. Já. 3. febrúar, það er úrslitakvöldið okkar hérna í Duos og svo strax 10. febrúar eða vikuna eftir förum við yfir í Tríós og ég hveti alla leikmenn sem að vilja taka þátt í Tríós sem að ættu náttúrulega að vera allir til þess að byrja að þrefa fyrir sér með lið og vera tilbúnir þarna 10. febrúar. Það heldur síðan áfram 17. febrúar, 24. febrúar, 3. mars, allt mánudagar klukkan 7. Áður en að við krýnum þá sigurvegara í Tríós og skiptum yfir í Squads. Squads eru 4 manna lið, það bætist alltaf einn við í liðið. Þetta er vissulega þannig að það þarf örugglega að vera ansi mikil breyting á milli liða yfir þetta tímabil, en á móti kemur við lærum mjög mikið fyrirkomulag, hvað er skemmtilegt. Svo viljum við líka bara eftir þetta allt saman, þá viljum við bara endilega fá að heyra bara hátt hvað eitthvað var spert. Bara við viljum fá skoðanir frá samfélaginu það hvernig við höldum áfram og svo náttúrulega bæði áhörfundum bara á kommentarkerfum og samfélagsmiðlum og bara keppendum sjálfum. Já. Ég allan að elska Duos. Já. Mér finnst Duos ógeðslega skemmtilegt. Ég held að Tríós eftir að vera ennþá skemmtilegra. Ég held að Squads eftir að vera aðeins mikið. En við erum líka bara, við erum með 2 kvöldaskot til þess að prófa það, sjá hvernig það er og svo förum við inn í lokakvöldið og lokakvöldið verður 29. mars. Það verður hérna á Arena, þá ætlum við að hittast aftur og hafa gaman. Húsið opnar þá klukkan 4 og ég mæli með því að fólk bara taki þessa dagsetningu frá akkurat núna. Ég veit hvar ég ætla að vera en hvar ætli þið að vera, það er spurningin. Ég held að svarið sé hérna með okkur á Arena, það er einmitt málið. Þannig að það er allan að nóg að vera. Heldur hérna betur. Í Fortnite samfélaginu á Íslandi. Heldur Pétur.
Og svo eins og ég segi, lokakvöldi óákveðið hvað við ætlum að gera. Já, en það byggist á endurgjöf frá fólki í mótinu. Þannig að við bara þurfum að halda áfram að láta okkur vita hvað að fíla og hvað að ganga vel. Á mjög gaman líka að sjá alla þessa spilara aftur í eigin persónu á rigg. Ég kíkti þarna bara rétt eftir að þetta var búið en náði að taka í höndina á nokkrum spilurum og sjá hvernig það hefur verið. Svo vil ég líka ávarpa bara tölvuleiki áhugamenn. Þið eru svolítið í forsvari fyrir þetta áhugamál heima hjá okkur. Og ef þið eigið foreldra sem að skilja ekki alveg nógu vel, þá gott að benda þeim bara á MBL. Já. Það nóg fyrir þess að læra. Já, mbl.is, er það bara skástir grafíþróttir eða þarf að fara í íþróttir og velja Ég held að það sé nóg að gera skástir grafíþróttir. Já, ég skal koma að staði. En það er allavega hægt að smetla á íþróttir, ít á rafíþróttir og þar fáið alltaf helsta úr heimi rafíþróttana hérna á Íslandi. Reglulega einhver sturluð quotes í mig eða þig úr einhverju útsendingu. Svona góð mynd á okkur í einhverju svona hype freeze frame úr útsendingunni. Það er alltaf ef skemmtilegt sko. Og opna fréttamiðla og sér eitthvað. Óvart að gretta okkur og já. Fórsíðan mbl.is og húli hérna. Það komið núna. Já, það vá maður, hvað er ég að gera? Ég að feed in the machine sko. En við erum að fara þá inn í viku 4 núna í næstu viku og það verður áhugavert að sjá hvort að leikarnir sko haldist svipaðir eða hvort við fáum hraðari leiki en miðað við það að við fengum sko hægari leik í seinni leiknum samt sáum við líka Denos og þá bara keyra. Já, að þá held ég að þetta sé akkurat það sem við erum búin að vera að tala um. Spilarar eru farin að átta sig á því, hey, ég fæ bara x marga svona leiki til þess að verða betri í að spila svona leiki. En ég ætla að nýta hvern einasta leik til þess að gera allt sem ég get í staðinn fyrir að bara run and gunna og ekkert að spá í þessu. Það segir mér líka að baráttan neðri hlutan af stigatöflunni líka alveg jafn hörð og efri hlutan. Klálega. Og örugglega víðsvegar þar mikið stolt undir. Já, sem að ég rauninni ég bjóst ekki við því. Nei. En gaman að sjá það ég har rámt fyrir mér. Já, ég meina þú veist bara eins og Gunsi, hann þarf að sýna einhvern árangur. Já. Þannig að hann að fara að reyna að vera eins hátt og mögulegt á töflunni. Já, ég meina þeir komust inn í endgame með nokkra fellur í kvöld og var virkilega vel gert að þeim líka. Bara góð staðsetning. Sér þó ég sé nú ljótustundu við og hrósa ég líka. Já, og ég bara svona, þú veist, ég hlakka til að sjá fleiri af þessum spilum líka bara halda áfram að vaksa ásmegin. Nákvæmlega. Ég held að, sko... Varstu að lesa þetta í einhverju fréttablaði eitthvað ásmegin? Nei. Duglegt kód í dag. Ég bara með mjög góðan orðaforða á íslensku. Ég var alltaf lagt mikið upp úr því. Já, ég hef bara ekki heyrt þetta að setja fyrir núna. Þetta er náttúrulega málið, sko, maður oft sko gjarn á það að fara í enskuna. Og þú veist, ég alveg mikill ensku maður. Já. En af því ég eitti mjög mikil tíma í Bandaríkjunum þegar ég var lítill, þannig að ég talaði ensku reybrandi þegar ég var 5 ára. En það var alltaf tryggt að ég myndi líka læra íslensku. Já. Og það það sama og ég gerir við börnin mín. Þú veist, stundum þá kemur svo sérstaklega yngri strákurinn minn, kemur með eitthvað þvílist langur og ég alveg bara eitthvað, ok, og hvað er þetta á íslensku? Og ef hann getur ekki svara mér, þá förum við yfir það á íslensku og þá allt í góðu fyrir mig að nota ensku, bara eins lengi og hann að læra bæði en ekki bæði. Já, ég meina enskan virkilega gott verkfæri, að meðan íslenskan bara tungumálið þitt. Þannig að, það bara verður nóg að vera hérna í næstu viku og við förum að kalla þetta gott hérna úr Arena. Þetta búið að vera frábært kvöld að ég vil meina besti leikur sem við höfum séð í íslenskum Fortnite sem var seinni leikurinn hérna í kvöld, þvílík forréttindi að fá að fylgjast með honum, fylgjast með öllum þessum spilurum, leika listir sínar inn á server og setja sýningu í sjónvarpið fyrir öll okkur sem að horfum á. Ég vona að þið hafið notið kvöldsins og þangað til á næsta mánudag, hafið það gott og við sjáumst þá.